Já. Þetta í fyrsta skipti sem við smellum ekki á ásnum, eða ég allavega. Nei, þú varst ekki að passa þér núna, ég var ekki alveg með þér þarna, sko. Svönnuðu basli. Það ekkert eðlilega erfitt að smella við þetta lag. Nei, þetta er það, þetta er erfitt, sko. En þetta seinasta skipti sem við ræðum það, það er erfitt að smella við þetta. Já, nei, tökum alltaf. Herri, við erum með þátt í kvöld. Hörru Snævar, velkomin. Takk fyrir það, heiðurinn minn. Heiðurinn okkar. En við erum að sjálfsögðu með góðum mönnum í dag. Við erum að segja nýja styrktaraðila. Já. Samstarfsaðila sjálfsögðu. Rétt. Það eru bæjarins bestu pilsur. Já. Ljúffengar pilsur og það er svo gaman að fara í samstarfs með einhverjum. Ég veit ekki gott, sko, ég verð að skjóta eini, sko. Hörður komið eiginlega bestu auðlýsingar bæjarins bestu, sko, þegar konan er að elda vondan mat heima, eða ekki? Já, það var geðveikt, ég er að keyra alltaf í miðbænum að vinna, svo er maður að keyra heima og tekur maður inn að Vesturlandsveginn. Stoppar í... Já. Hringir í konuna fyrst, hvað er í matinn? Já. Og tekur ákvörðun að hvort þú... Stoppar í tílheipu og... Já. Og maður bara listalaus kvöldið. Hörru, ég er bara ekkert songur. Nei, en svo erum við að sjálfsögðu líka með Smitten. Já. Og það var mikill björgunarhringur fyrir mig. Já. Búin að vera lengi á markanum. Of lengi, segja margir. Þetta er skilvirt forut og við líka skemmtilegu fítus að Það er kannski okkur. Jú, sko... Þetta er fyrsta skipti sem menn kunna tala í mækin allir. Já. Þannig að... Ég finnst ég bara með svo fallega rödd, sko. Ég vil fá Já, en bara skemmtileg fítus þarna. Hörðu, þú varst að segja okkur þátt að þú búin að vera mikið á Smittir síðan það. Ég held að konan kunni ekki á podcast, þannig að ég er búin að vera mjög aktífur á Smittin. Það er gott fyrir Hörð líka að það eru 18 myndir sem getur upplöta, sko. Já, lætitektorinn er uppáhalds fítusi minn. En... Virkaði þetta fyrir þig? Þú gekkst út af Smittin, eða? Ég er svona góðri leið með það, við getum orðað þannig. En það eru meðmæli fyrir þetta app. Já. Vá, við erum snemma í dóminu á sleiðinni. Það eru alvöru meðmæli. Þetta var dóminu á sleiði kvöldsins, ég held ekki bara sleppt spurningunni. En við vindum okkur að vera beint í Spána fyrir tímabilið. Besta deildin er að fara á fulla ferð bara, er ekki næstu viku? Mánudaginn. Já. Sko náttúrulega Hörður veit ekki hver Spán okkar er. Nei. Og hann má bara rökraða við okkur, skilur við. Við erum búin að liggja yfir þessu lengi. Vorum við vissulega til hliðsjónar Spánas harðar í fréttablaðinu. Já. En við prentum hann út og reyktum hana. En við settum Val í fyrsta seti. Já. Ég er það ekki bara krafan eða? Jú, ok, þú veist... Ég er út að nákst þetta vittlust, sko. Byrjum niður, sko. Þú er búin að eðilegja strax. Það er frábært punktur. Tókum hann aðeins og jafnvæði hann í Smitten þættinum. Ég er að jafna mér. Ok, byrjum það aftast. Já, veist, við hættum hann að ræða þetta fíntir þið, sko. Sko. Við byrjum bara að fara við fallsætin. Fallsætin, já. Ok, byrjum að einu, sorry. Hörður, einhver tenging skák? Já, takk. Mjög lítil, sko. Það var telt svolítið í grunnskóla hjá mér, smárskóla, það var alveg verið að tefla svolítið. Það voru erfið menn eins og Viktorunar Illugason. Já. Hann var þó vitlaus á bókinni, hann var góður í skákinni. Hann var einhvern veginn. Já, ég er erfitt að trúa því einhvern veginn. Já, hann var góður og við teltum mikið, það var þetta tefli gegnum MSN minnum í gamla þetta. Ok. Eða eitthvað svona, við vorum alltaf á MSN að tefla í gegnum netið. Margir að höfsta kellingar MSN því að tefla. Já, aðalega ég, Viktor, eitthvað í webkaminu. En það var telt svolítið á, en ég hef ekki telt í mörg ár. Einu tengst mínu skákur að vinna með Birni Þorfinsinni. Það er talað það er nóg fyrir þig. Já. Það sýnir mér að skákir er engum gott, sko. Já, kom Birni og Björn Þorfinsson setni þettinum, sko. MSN, það voru svo góði tímar. Já, þú ert svo ungur, sant? Ég er rétt náðu skottið að því. Já, það, ok, já. Fara offline. Fara online. Láta vita að maður sé mættur. Henda í nuts. Maður er mættur. Nutsi. Já, en við byrjum á Spáni. Við tökum fallsæti fyrir. Já. Við erum með... Já, Jesse Dark Spáin er eftirfarandi. Það er Keflavík og Fram. Þetta er ekki hot take. Þetta er ekki hot take. Þetta er ekki heitað að take sem við heilt í... Nei, það er svona allir á því að Fram fari bara easy niður. Já, sænuðu einhvern í dag, sá ég. Já, varnamann láni frá Midtjylandi, ekki? Já, sem er ekki spila bara atvinnumannleik, sko. Nei, fengu hann að danskan framverja fyrir 2 vikur sem er svo bara óvíst hvort það spili nokkuð í sumar með eitthvað taugaskúttum og eitthvað. Þannig að þetta lítur ekkert sérstaklega vel út. Mistu þetta Kyle, McLagan fór í Víking og hérna nú stóluð með bakvörðun Haraldur
sem fór í FH. Já. Hann fór í FH en þeir eru bara með slakar að liða pappir en í fyrra. En þeir spiluðu skemmtilega fótbolta í fyrra, þú veist, og you never know, en svona fyrirfram eru þeir eitthvað svona fallbissu fóður. Það verður maður Ricardo ekki að fara að galdra nómarga punta til að halda þeim uppi? Nei, ég er erfitt með að sjá það. Nema komið bara einhver svaka stemning, náttúrulega langt sér voru hérna. Ég er stórt félag, maður held einhvern veginn þeir kæmu upp með krafti. Svona old money myndi mæta á svæðið og kaupa eitthvað sko, þannig að það er smá vonbrigði, en Keflavík eru, þú veist, þeir geta fallið alveg eins og IPF getur fallið eða Leiknir geta alveg sógast í þetta þótt að lítið vel út sko, þá er Leiknir bara Leiknir með litla sögu og óreyndan markmann. Spáin okkur nú ósammála því að Leiknir verið ekstra nálægt hann. Já, þeir geta alveg sógast í þetta, þú veist, og hvað er meira þarna sem mann ekki svona fljótu bræðin. Nei, en IPF getur alveg fallið ef þeir... Ok, Framarar eru með, sko, þeir eru með X-faktor á miðinni sem er Aron Þórður. Það er samstarfsmaður. Hann var frábær í fyrra. Bara hvað kom þetta? Með fullir vinningi fyrir Aron í Þórði, sko. Men Aron var flottur í fyrra, þú veist, og Albert Hafsteins var besti maðurinn í lengjudeildinni. Þeir eru alveg með Þóri Guðjón skorar, en hann er búinn að spila Hafsend í sumar, þú veist, Sinna Sláka, Indrið og Alexander. Það er alveg eitthvað, en það er alveg lítið eitthvað sem hefur sannað sig í efstild. Já. En þetta er svona meir, þú veist, ok, það eru allir með 12. setið og sama, það er spurning með þetta 11. setið. Já, ég held að ég er búinn að sjá, er það ekki Fótbolti.net vísir Moggin, fréttablaðið, þessi allir með sömu 2 niður, sko. Já. Þannig að hot take í bóði cat. Já, en við færum okkur aðeins suður niður til Eyja. Þá spáum við þeim 10. seti. 10. setinu. Þeir eru með nokkra fallbissur. Já, maður horfir í það sko að lið með Eiðar Aron, Guðjón Pétur og Andar Rúnar einhvern veginn í hrygnum bara get ekki fallið. Ég er að fara út til Eyja á morgun, þannig að maður stappast áli í sína menn. En er ekki sneið bara 10. seti? Er þið ekki bara að stefna á topp? Já, Eiður Aron var allan í viðtali sagði Fótbolti.net dagina sem var bara svektur ef þeir fær ekki í efra playoffið. Já, jarðtenginga? Já, ég held ég verða að kalla eftir jarðtengingu þar sko. En þú veist, 8. sæti væri fínt sumar í Eyjum sko. Já, hemmi góðu þjálfari nefnilega sko, held ég. Já, ég held það líka. Já, ég held að kom líka bara stemming með honum og það, þú veist, hitti Gauja Lýðsundaginn og hann var bara, þú veist, hann er bara orðinn Eyjamaður eiginlega, hann elskar þetta. Já. Og ef þú ert með Gauja góðan í klefanum hjá þér, þá einhvern veginn er allir með sko, því hann er einhvern veginn svona sá gæi sem hann læsir öll í klefanum, hann heldur öllum góðum þar, hann ef hann er brattur þá held ég hef ég engar ágjörði af mínum mönnum sko. Látum við það ekki á, þegar hann slæmur í klefanum þá er alveg jafn slæmt að hafa hann sko. Sko, já, Gauji er samt svolítið tvíeggjað sverð sko. Hann er það nefnilega sko. Hann vil fara þá hann vill ekki, en eins og við heyrir, þú veist, hann vill ekki fara. Nei, hann er konan og börnin flutt til Eyja, ég held að hann sé búin að kaupa aðra hverja íbúð í Vestmannaeyjum og sé að gera hann upp sko. Þannig að en það er hvergi, og sérstaklega á sumrin þá er náttúrulega hvergi betra að vera í Vestmannaeyjum sko. Þá veturni séu oft langir og dimmir sko. Mætti halda gestið þáttarins ætti reykja til Eyja sko. Nei, ég fer hann á veturna og það er nánast að horrorsjó sko. Það er bara myrkur 25 tíma nánast af 24 og rók, en sumrin eru geggjuð. Líka bara garantera þess að 3 púnta og halda alveg Eyjaleik núna í þjóðatíð. Já. Þess að hjálpaði strax, er þetta 3 púnta sem við getum sett niður á blaði? 8,3 og það vantar bara svona 23 í viðbót kannski. Jú. Svo er það Eyja. Já. Í boði Payday. Við setjum þá í 8. sæti. Hvernig líst þér að það hörður? Þeir verða eitthvað stað 7. og 8. Ef ég mann þetta rétt þá voru við á fréttablaðinu með 7. sæti. Það kom eitthvað svona gott væp með Jóni bara, Jóni Þóri. Þú veist, þó að Jói Kalli hafi vel verið að gera fína hluti, þá kannski bara var þetta svona það góður endir fyrir alla. Þessi tímapunktur, þú veist, þetta var súrt í fyrra en þetta bjargaðist á endanum. Og kannski bara gott að fá Jón Þór inn. Jón Þóri er feskur og mikill skamaður og þeir líka bara styrt sig alveg að manni finnst vel í vetur, þú veist. Kristján Köhler og Jónas Val voru ekki góðu leikmenn fyrir Val, en það er ekki sama sem merki að spila fyrir Í og Val, þú veist, það er bara aðrar gæðakröfur, og Kæli og í Bartalstofu var í IPVF í svona semi-slökulið og var frábær. Þannig heldur að við styrt sig alveg svona þokkalega vel. Ólífur Stefánsson komi líka, þú veist, ef hann kemst á lappir þá var hann mikið efni og Aron Bjarki vörnina, það er alveg játtkall sko. Sammála því. Aron Bjarki, hann hefur ekki fengið núan spiltíma hjá KR. Nei, hann hefur samt alltaf verið frábær í KR. Já, og það elskar hann allir og hafa alltaf gert. Já, en það er bara, þú veist, sumir eru bara ógeðslega góðir og þú veist, það er líka bara virðing á það einhvern veginn hafa tekið því bara að vera stundu varamaður og það er virðingu fyrir mönnum sem að það gafst aldrei upp og var alltaf reddið þegar hann fekk kallið sko, hann áttur að gera mikið frí. Já, ég held það líka. Ég held það líka góð punktir með Jói Kalla sko að
þetta var bara einhvern veginn gott fyrir alla af því að það hefur verið leiðilegt af því að hann bara legendarn upp á Skaga hann hefði fallið og síðan farið og bara gott að fara í landsliði sem það stærsta á Íslandi þó að sé ekkert úalega spennandi núna en þá það bara gott fyrir Jóa að fara þangað og ég held að Jón Þór allan að virkar á mig svona sem að toppþjálfari. Já, sammála því. Það voru komin í 7. sæti. Já, 8. 8. sæti, já. Yes sir. Við erum með bara... Já, mér finnst þetta erfitt, en við setjum Káa þarna. Já. Þetta, já, erfitt, þú veist. Erum við að vanna með þetta Káa? Mér finnst við vera að vanna með þetta Káa, eins mögulega. Það er alveg eitthvað vannmat en það er líka bara mörg spurningamerki í kringum Káa, sko. Þeir eru að spila aftur á Dalvík núna upp á móts. Þeir eru ekki klár. Nei, og Dalvík gaf ekkert vilji fyrra. Þeir voru ekkert að gera þarna. Fóru ekkert á neitt rönn fyrir en þeir fóru í Kartöflugarðinn. Þeir fara ekki á hann núna. Þeir fara bara upp á Káasvæði á nýjan Gerðugarsvöll þegar hann er tilbúinn og framkvæmdir á Íslandi tefjast nú alltaf eitthvað, sko. Já. Þannig að þeir verða á Dalvík eitthvað fram eftir sumri og ægilega allir mittir í það mjög vetur. Arnar Grétas var á köflum í vandræðum með að ná í reit á æfingu. Já, ok. Og búin að styrkja þetta með þetta kom hafsendandi daginn en fyrir það var það bara einn belgi sem er meiddur núna. Annars er ekkert frá síðast tímabilið og það er svona vantar eitthvað smá brot í þetta. Já. Og Hallgrímur Mar er bara líkið en öllu. Hann er svona aðeins að byrja að æfa núna segir komast á skriðið og þannig að hann svona kannski þarf fyrstu 2-3 vikurnar í mótunum til að detta í gírinn en já, þeir eru svona, þú veist, þeir eru einhvern veginn erfitt að setja eitthvað punkt á, mörg spurningamerki. Ertu samanlega svo faglega mati á okkur að setja í 8. sæti? Já, ég tók þátt í faglegri spá Fréttablaðsins, sem setja á í 9. sæti þannig að ég... Já, meina það nú tala um hún að geta verið sérstaklega fagleg. Hún var raunin að þekktustu sérfræðingur þjóðarinnar. Vá, svo dómunum sér að hala inn á sneiðinum í kvöld, sko. Þannig að 8. sæti, en ég meina Sævar Pétursson framkvæmdastjóri er bara með steina á Twitter alla daga, núna Káar sé bara að fara í Káar sé að fara í titilbaráttu eða eitthvað, hann er mjög bjartsýnn en þetta er þunnskipað og má ítlaðu meðslum Má ég taka smooth transition en það? Já. Talandi að Sævar Péturs, þú var að pakka saman á dag. Já. Þú veist, er þetta ekki bara dálítið vandræðaldur hann? Ég held að hann hvað það var afgerandi? Ég ætla að fá kontekst hérna. Já, ok, hann ætla að bauð sig fram í formann KSÍ. Hann er ekki bjóð sig fram í formann KSÍ nema hann held að hann var að fara að pakka þessu saman. Ok, alla að vinna þetta. Gæðin að gjössanlega slátrað. Ég held að hann bara ofmetið sjálfan sig. Held að hann að verið auðtrúa á það sem hann fekk að heyra í símtölum og fundum. Já. Því að hann og hans fólki í kringum hann talaði alltaf það að Excel-skjali væri bara alltaf skærgrænt. Það væri bara allir að fara að kjósa hann og bara að ég talaði við einhvern veginn í kringum hann á miðju þingi bara og hann var bara ennþá með græna tölur í bókaldinu. Þannig að hann var heldur betur að fara aftur yfir skjalið og sjá hverju sviku sig því að auðvitað segja allir já, auðvitað kjósu við þið, þú ert okkar maður, þú ert mættur á svæðið, sko. Vonandi var Jón Kári ekki með vitlaus gögn hana. Nei. Mér finnst það líklegt nefnilega. Þetta var bara, þú veist, þakkláttur Sævari fyrir einhvern veginn að hann mætti leiks bara, þau þurftum að fá aðeins að tala bara fótbolta. Fótboltin hefur verið í lægð, vesinni. Heldur hann hafi ekki bara vannmetið vöndu? Jú, en hún átti líka bara frábæra kosningabaráttu. Hún kom hægt inn í starfið en einhvern veginn í þessari baráttu steig hún upp á tærnar og sagði réttu hlutina og svo bara núna að sjá hvort hún komið með verk, sko. Já, hér var tala hann bara með í dag að hann veri bara drullu saman landslið. Þú veist, ég veit ekki, þú veist. Hún er að koma inn með nýjar áherslu, það er engin spurning. Nú, eins og hvað? Já, bara... Það er ákveðin ímyndavandi á allinu, hvað meinar við? Þú veist, það þarf bara aðeins að taka á því þessum ímyndavanda. Já, fyrst og síðast þarf hún bara að gera það sem öðrum formönnum hefur ekki tekist hingað til, þráttur undirbúningsnefndir allra nefnda, sko, að hún þarf að berja bara völlin í gegn. Þurfum við ekki bara aðra nefnd? Jú, það er bara að fara í dagsbíð, vera formaður nefndar, undirbúningsnefndar eða eitthvað, sko, það er samfylkingarlegin í þessu. En bara berja völlin í gegn og mér finnst hún að vera svolítið hörðið í því, alltaf berja hann í gegn, svo þarf hún bara að skoða þessi landsliðsmáli ef ekki fer að batna árangur þar. Ok. Því að hún þjálfar ekki liðið. Nei. Endar hann náttúrulega. Nei, Arnar verður hann til að formaður, hann er búin að taka yfir allt gallerið, sko. Nei, þetta endar sem vandaformaður og Hildur Lillindal aðstofþjálfari. Bakkaði. Stjarnan. Já. Er daga 7. sæti. Og Gústi Gylfa tekið við. Breiðholtið er eitthvað staðar á Efraskiptinu. Já, býttu þetta er skák þá, þú veist það, Siggi Höskuldur skákmaður, sko. Já, Gústi Gylfa, minn helsti maður. Virkir alltaf þetta. Já, alltaf, þú veist, Leifur, það er enginn sem býr meira rentfrí í hausnum á Leif en Gústi Gylfa.
Þetta er einhver besti þjálfari sem Íslandi er alveg upp og þarna ég er bara búin að sé, veist Það var bara, ok, leið mér að taka hana bolta. Það var erfitt fyrir mig eftir að Óskar Hrafn gerði bara eitthvað kraftaverk. Þetta er ekkert minna en kraftaverk sem hann gerði við Gróttu. Ég er búin að fylgja út á land, það eru nokkra ferðirnar, fyllir í sferðirnar jafnvel. Já. Látum það líka með hluta. Það sem við vorum að styðja okkar menn í gegnum súrt og sætt og þeir fljúa upp í efstu deild, bestu deildin dag. Auðvitað er það viðbrigði fyrir manni sem mig, sem er blóðheitur Gróttumaður. Gústi Gylfi hefði alveg komið ykkur upp líka, sko. Nei. Ef og hefði sá myndi. Ég er mikill Gústi Gylfi maður, en sko Óskar Hrafn bjó bara til köld á Seltjarnarnesi. Já, hann gerði það. Þú veist, þú sérð fólki sem ætlaði að fylla í skóna á Sólveig Önnu, Eflingu, það er ekki séðans, það er bara köld. Þú veist, ímyndaði einhver annar að taka við doktorfútból, bara Hjörvar Hafliðason ekki lengur til. Þú veist, köldi fer bara. Já. Óskar Hrafn bjó bara, hann var með alla í Gróttu læsta á sínu bandi. Bara stjórnin, leikmennir, stuðningsmennir. Já, allir þjálfari í öllum flokkum einhvern veginn voru bara, hann var bara köld lítir þarna og gerði geggjað hluti, bara eitthvað mest afreka að vera sérstaklega bara komin í mikið af peningum í bæði aðra deild og lengjudeildina sko, en hann kom Gróttu upp báðar þessar deildir og held að verið seint toppa með þessari aðferð sko. Þannig að Gústi Gylfi komin í, ég held að allir nána sem hefur komið inn í þetta hefðu einhvern veginn. Tómas Þór sagði nú það er nefnilega mjög góð punktur. Tómas Þór, okkar maður. Hann sagði sko að mestu hugsalegu mistök sem að Gústi Gylfi gat gert var að taka við þessu Gróttuprojekti. Eru sammála því það? Gústi? Já. Já, mér finnst það alveg smá pungur í því að þóra einhvern veginn inn í þetta, skilur. Það voru hreðar. Já, þú veist, þetta var, þú veist, líkurnar voru, þú varst ekki að setja svartan eða rauðan, þú varst að velja tölu í rúlettinu að taka við þessu Gróttuliði, sko. Þetta var eiginlega ómögulegt verkefni, sko. Þú veist, það sem fór líka fyrir brjóstið á mér sem Gróttumanni, annars að við förum í ómikil smáatriði þar, er sem sagt bara, hann var í fulli vinnu þegar hann tók við starfinu af Óskari Hrafni sem var, sko, hann svaf ekki á nóttinni, sko. Nei. Og held að Óskar hafi ekki, þá sofið bara eftir að hann tók upp líkunum, sko. En þú veist, Gústi bara hefur alltaf verið, hann er bara vinnumaður, mætti bara vinna 8-5 og mætti svo að þjálfa. Boltan í skottinu bara? Já, boltan í skottinu. En ég meina, hann hefur bara gert vel líki vetur og hann hefur, þú veist. Já, hefur bara gert vel hvað sem að fer eiginlega, sko. Já, mér finnst imprefsi hjá honum í vetur að hafa áttað sig kannski á veikleikum sínum. Það er ekki að taka alltaf jámennina bara með sér, þú veist, Gumma Steinas og hverju að vera með Óli, Palli og Kristó og einhver svona aðstof, menn hann fór bara í gæja sem er af allt öðrum skóla, sem kannski nýja skóla. Nýr Guardiola, segir þér. Já, Jökull Elisabóttursson sem er bara búin að læra Óskar Hrafni í 2 ári í Kópavoginum. Þú veist, og það er mjög vel talað um Jökull í Garðabænum, hittin og eitt saman mikið í kringu liðum helgin og hann sagði við erum orðnir hræddir að þetta sé næsti maður sem að KSÍ stelur á okkur, þeir stela alltaf bestu þjálfurunum sko. Og hann er bara, og þar ertu komið leikarinnenda menn sem að hugsa út í alla tölfræði, svo er bara Gústi geggjaður á æfingarsvæðinu með leikmennina alltaf á sínu bandi, þú veist, þú talar ennþá við leikmenn í Breiðablik, þeir bara er elskuð að spila fyrir hann. Þannig að það er sagan á Gústa í allstað sko, hann einhvern veginn engum illa við Gústa Gylfa. Nei. Akkurat, já, jú, nema Leif kannski. Það er rauðið þráðurinn í þessu öllu saman að það líkar engum illa við Gústa Gylfa. Man er svona, maður var í síðustu viku og bjart sitt fyrir það Stjörnulegis og tapaði 6-2 fyrir KR helgin og það er svona smá ekkur alarming bell, sko. Já, ekki vann með þetta KR, sko. Nei. Don't sleep on KR. Nei, maður heldur bara að Stjarnan getur verið svona upp og niður í sumar. Já, einmitt, það sem er líka kunnulegt stef. En þeir eru samt með ungt og spennandi lið. Já. Þeir hafa verið að framleiða leikmenn á færibandi. Já, og svo eru alltaf með kóngin, Óskar Örn líka, sko. Sáðu hann á hestinum, eða? Já, þetta var ekkert eðlilega sexy. Það og þegar Rúnar Kristins var mættur að taka með hana gamla skólan svona hælaði þar. Nei, Óskar Örn er hana, svo er þeir með Ísak Andra sem var í Eyjum í fyrra geggjaður, Óli Valur í bakvörðunum, Eggert Aron eða ekki sem var í fyrra. Adolf hana og bara, já. Íslenski Wayne Rooney, hann er bara einn vöðvi, þarf að passa hvað hann borða samt, því að ég sína svona bæta fljótt á sig. En þetta er bara loksins eru Stjörnum en að leifa þessum yngri flokkum að vinna upp í meistarflokkin, og oft verið kallað eftir því að þeir fara þess betur upp. En það er blóttaka í Hilmar Árna, hann lítur að vera, þó hann hafi ekki verið neitt sérstakur seinastu tímabili. Nei, var hálfslagur í fyrra svona með hans standarda og svo er búin að fá hann það er mikill missir en þeir eru samt með betur undir að búni núna með Óskar og svo Jóhann Árni og Fjölni sem er svona eiginlega búin að vera besti maður þeir í vetur, sko. Já, algjörlega. En hörður búin að vera svona fyrðu sammála okkur svona hingað til, er það ekki það?
Erum við að stela Ég spániðin? held reyndar Nei, og hann sveltist á kaffinu þegar hann heyrði leikni hérna fyrir stjórnuna, það er hann að segja, sko. Nei, hann býtti bara að fara lofræðina. Aðeins, svo við klárum stjórnumenna, geta þér lift sér að dreyma um Evrópusæti? nei. Það er ekki nema þá kannski gegnum eitthvað byggaræfindri. Já, Já. þetta er bara snögg afgreitt. Gústi Gylfa Það eru það mörg gólið þannig fyrir hún. Já, ok. Að lókum, Tómas Mikkelsen, er hann að mæta í Garabæn? Það væri geggjað. Það væri gaman. það væri Já, geðveikt. það væri mjög gaman. Tómas Mikkelsen á ekki að segja, hann hlustar aldrei á þetta. Einu svona satt ég og tók einn öl með honum Ok, og hann var bara I want to play for Gústi Gylfa again. já. Er það? Já, hann elskar hann. Var þetta þegar hann var með Óskar? Já. Já. Sko, mér finnst fyndið, sko, svo ég elska Óskara. En ég verð samt að skjóta eini, sko, er að mér finnst rosalega kaldarinn þegar Óskar að tala um eitthvað, er mikið blóðtaka að missa Tómas Mikkelsen. Gæinn náttúrulega notaði hann ekki, sko, at gunpoint börnunum hans, sko. Þú veist, það bara, hann hataði hann. Hann var ekki hrifinn á honum, en svona reynir einhvern veginn, þú verður bara að bera virðingu samt og það gangi ekki öll hjónabönd upp. En það var skrítið svona við Mikkelsen, sko, þetta var einhvern veginn garanterað bara besti gólskorinn í deildinni. Algjörlega. Og minna Óskar reyndi að losa sig við hann með þess að í Víkina og eitthvað var að bjóða hann í skiptum fyrir Davíð Örn Atlason og eitthvað, sko. Hann bauði okkur hann, sko. Það er alveg rétt að þessi skríti að reyna að losa við hann, en síðan tala um hvað er mikill missir, sko. Það er punkturinn minn, sko. Algjörlega. En að þá 7. setinu, þar erum við kóngin, Sigga Höskulds og leiknismenn. Skákmannin. Siggi góður skáka? Já, hann tók þátt í, þú veist að tala um, við vorum að tala um fyrir þátt Björns Þorfinns að mætti á Reykjavík Open í vikunni. Siggi Höskulds mætti hann líka og hann tapaði í dag og ætlaði að berja anstæðingi sín. En alltaf blóðheitur líka, sko. Já, hann er blóðheitur, sko. Ég myndi freka vilja láta Bjössa láta lemja með heldur Sigga Höskulds, ég veit ekki það. Sammála því. Ég held að Bjössi geti ekki lamið neitt. En þú veist, við vorum Heimi Guðjóns að gera. Hann sagði bara best. Hann er mikill fan. Hann er mikill fan og hann sagði bara Siggi Höskulds segir bara efnilegt þjálfari í bestöld. Já, það kom, þú veist, Siggi hefur bara gert fáránlega góð hluti með þetta leiknislið og þeir hafa litið mjög vel út í vetur. Það er eitthvað, einhver bætingar, fleiri kosti fram á við og svo er mættur hann Óttabjarn í vörnina. Það er bara þetta stóra spurningamerki með markmannin. Já. Hann á einn eða, hann ekki 2 leiki meistaraflokki bara í deild. Jú, eitthvað svoleiðis. Þannig að það er svona stóra gambúlið en þeir eru mjög sátti með hann. Þeir reyndu mikið að fá Hannes Þór Halldórsson en hann einhvern veginn vildi bara ekki hendi þetta í breiðoltinu. Þannig að leiknum, mér finnst 7. sæti mér finnst það ómikið, sko. Er Hannes að gleyma upprunanum með það? Nei, þú veist, sáum bara svo auglýsingu í dag, ástin hann kannski liggur hann að liggja á öðrum sviðum, fyrir utan það reyndar hann slefti Heimi Guðjónsson í auglýsingunni og þið tóku út í því. Sæmilega sneiðin þar. Það var dómin og sneið, sko, þannig að gæðin sem hefur unnið alla þessa titla, hann hafi ekki mætt á svoðið, þannig að nei, leiknir, þú veist, 8. sæti, kannski 7. Aldrei ever að play-off, sko. Evrópa. Hvað heitir þetta? Kanonan sem þeir sóttu? Magic. Magic, alveg félagsgrá. Gæði bara sem var að spila með Lewandowski í pólska landsliðinu og bara... Sumir segja betri útgáðan Lewandowski. Sumir segja. En er hann betri útgáðan að Sævari Atla? Er stóra spurning? Já, ég ætla rétt að vona það. Nei, svo það er hann að Dahl og Jakobsen eða eitthvað, tveir færingar. Sem komið færingur Dani eða færingur þú veist, þeir eru með 3 núna frammi í sóknarlínu í staðin fyrir bara eila Sævar Atla í fyrra og svo Danni Finns verið, sko, eila besti leikmaður þeirra á prísir svona, hann verið að raða inn hann að miðunni, þannig að þeir eru svona með fleiri vopn fram á við. Þeir eru ekki bara sáum nú þegar Sævar fór í fyrra, sko, það hrundi allt bara. Ég talaði við Sigga áramótin, sko, og hann var hann talaði um það, hann þyrfti virkilega frammeri og hann er búin að bólstra við sóknarleikin, sko, sem er... Svo sóti hann að Robert Huggs úr Þrótti sem er efnilegur center, sko, sem að fær potið einhverja mínútur. Siggi bara veist bæta líka alla leikmenn sem að fær og það er held ég mjög góð kostur fyrir þjálfari. Við sáum nú kannski í Manchester United, það er vist engum þjálfari að takast að bæta nokkurn einasta leikmann. Nei. Það er mikið ágjörn. Þannig að það er og Siggi mun pottjætt á næstu 1-2 árum fá eitthvað stærra gig, þú veist, það er bara eiginlega alveg pottjættur á því. Ertu með eitthvað svona, ok, ég ætla einmitt að vera að taka það,
Getur þú nefnt dæmi, þú veist, sérðu bara fyrir hann bara taka við, þú veist, segjum bara Óskar Hrafn myndi bara fara út Já, ég sannlega tekja við Breiðablik. Já. Og líka bara hugmyndafræðin er svipuð mér og kannski, þú veist, Siggi, þannig sé ungur árum, þannig að þá hann mig að knattspyrnumála kannski Óla Kristján sem einhver reynsla til að vera bakkan upp á einhverjum stöðum. Þannig að svona spilanlega sé geti hann minna Stjörnuna ef að Gústi Gylfa hættir eftir 2 ár. Þannig að góðum unga leikmenn, þannig að ég er svona erfiðar kannski að sjá hennar sögufrægu Val og FVK fari hann. Já. En ég meina svo getur líka bara spennandi að fara þú veist, leiknir er ekkert með mesta budget í heimi. Samt þið búin að sækja Já, ég alveg fínt bara þú veist, þeir hafa eitt peningun skynsalega. En ég meina einhvern tímann á Fylkir kannski meiri pening eða eitthvað svona, þú veist, eitthvað þannig gikk, þannig að ég held að Siggi fá alltaf eitthvað flott starf. Algjörlega. Áður við komum að 5. sætinu, þá langar mig aðeins að spyrja þig, hörður. Hvort finnst þið betra hamborgarinn eða vængirnir á barinum og svo? Hvort er meira fyrir? Ég er harðasti vangjamaður landsins. Já, það málega. Já. En þið í burgarnum eða? Já, ég er eftir með að velja á milli, sko. Já, ég tek burgarinn, ekki það. Ég er svolítið búin að vera að flakka á milli, en ætli ég sé ekki hamborgarinn þessa dagana? Jú. Vængir og bjór er bara... Líka bara besta ákvörð sem Óli var alveg að teki var að rifa í gikkinu sem hann vil. Því miður. Já. Ég segi bara já, ok, herru FH er sitið í 5. sætinu. Já. Tja, er Óli Jó hann að fara að sækja Malmö í krigan eða? Ég myndi ekki veða móti allavega, svona með að við sögun og hann er einhvern veginn svona í smá hefndarhug. Já. Ég held að Svíða alveg ennþá að hafa verið svona hálfbreytti rekin frá Val. Já. Þetta er að vinni 4 titla á 4 árum og einhvern veginn eigi ekki inni, þú veist. Eitt slagt í svon. Ég þetta er bara eins og með, þú veist, þú ert búin að vera í góðu hjónabandi í 8 ár skilur að, þú veist, þú áttalega kannski ein mistökin, ég er að tala ekki stór mistök, en þú veist, mæti einhvern tímann og sent heim fullur eða eitthvað skilur. Já, og þú til það sem mistök. Já, svona einhvern veginn að ég kem heim klokkan 1 og koma heim 3 og alla rata heim til sín, sko. Menn myndi samt segja, sko, síðan sem að út að tala með Óla, þetta er svona, verið með svona 3 mismunandi konum. Nei, ég meina Heimi Guðjónslíði af svona tímabil. Ég ætla einmitt að spyrja þig. Og það kannski svíður Óla ennþá meira. Þetta er keimlíkt. Hvort heldur að hafi sviðið meira? Óli Jó frá Val eða Heimir frá FH? Heimir frá FH eða ekki? Jó, held að svona sé það kannski risti aðeins dýpra. Já. En Óli er algjör vinnur og þó Óli þekki Óla ágætlega eftir að vera í svona mörg ár. Hann átt að spila sér svolítið svona einfaldan. Já. Þannig að hann er alveg djúpur. Já, hann er það ekki. Nei, það er bara svona karakter í sáanalegu og vorum á kynningafundi fyrir bestdeildina í vikunni og það mætir hann og fyrir eitthvað svona karakter, eitthvað smá trúð. Einhver leikþáttur eða? Nei, hann er nú léttur í grunninn, en hann er samt líka pælari, þú veist, og er alveg horfir á mikið af fótbolta og pælir alveg í þessu, sko. Hann er ekki bara bolti og vesti og keilur og brósa, sko. Ok, þú veist, en 5. sæti ertu... Mér finnst bara, þú veist, Þú varst með á Mikló, var það ekki? 3. sæti. Já. Svona, þú veist, en mér er bara eiginlega aldrei verið í því að setja saman spá áður með einhverjum aðilum og manni finnst 5 lið einhvern veginn geta... Raða sig bara... Já, þú veist, einhvern veginn... Man myndi ekkert missa hugun í gólfið og Óli Jó myndi búið til meistaralið eða Rúna Kristinsson með Kjartan Henry og Theodor Elmar myndi gera eða það er bara einhvern veginn 5 lið sem öll ætla sér að vinna titilin. Ég vildi eru þau bara 2-3 en núna erum við með 5 og það er eiginlega aldrei verið jafn erfitt að hendi í spá, sko. Já, ég reyndar hef ekki mikla trú á Káringum ár, það verður að segjast. En já, betur að því á eftir. Kristi Freyr, Stífin Lennon og Matti Villa, er þetta besta sóknarframlína deildarinnar? Ætlum sé ekki svona á pari við kannski það sem að Valur hefur bópið það. Já. Valur er ekki neina eðlilega breytt þarna fram á því. Nei, algjörlega. En kannski dýnamíkin þessari samt, sko, er, þú veist, út með 3 svona ólíka ógæta góða. Spennandi, sko. Já, Matti einhvern veginn skoraði 7 í fyrra, var hálfslappur, þú veist, maður bindið að móni við það að Kitti einhvern veginn fæðan. Já, fæðan. Já, og Ólíver Heiðarsson verður vantilega að hægra með sem er svona, kemur með kraftinn og geðveikina, þannig að þú veist, þetta lítur alveg vel út, þú veist, það er bara spurning með miðverðan eða hafsendana, Gumma Kristjáns og Finn Norra, Blikana gömlu, svona báðir gamli miðjum en hvort að þeir haldi út í 27 leiki sem hafsendar saman, það er stóra spurningin held ég. Já, það er náttúrulega hryggið með að sjá
Pétur Viðars á pulsubarnum í kriganum sko. Ég vil helst hafa hann bara inn á vellinum sko. Já, þú veist allavega að það er alltaf einhver atvik sem kom upp eða Pétur Viðars inn á vellinum sko. Pétur Viðars og Guðmar Þóris, ekki láta byrja þeim en þá er það bara, er einhver sem viljum fylgja sérstaklega með í FH-liðinu? Nei, bara svona the obvious one, Logi Rapp sem kom inn í fyrra, hann bara orðið enn betri í vetur og ég held að FH einhverju heppnir eða halda honum yfir júlígluggan. Hann bara takið hans bara atvinnumennska á þessu ári sko. Ok. Það er á 4. sæti, það eru mínir menn, Káringarnir. Já. Við vorum með ofar. Ég sé á neðar sko. Ég bara sko, ok, byrjum bara því að hvað er, 2-3 ár síðan við urðum meistarar og allir voru að kalla okkur Elliheimili Grund fyrir tímabil og síðan sokkaði Rúni all the haters. Já. En það sem sko það sem trufla mig er bara það að við höfum ekki verið að yngja upp í liðinu. Stefán Árni Geirsson búinn að koma sterkur inn í stæðan fyrir Óskar Hrafn. Sigurður Bjartur í strækir núna. Já, en svo erum við að segja Theodor Elmar sem var bara frá næstu allt senast tímabil. Hann búinn að æfa, ég hitt hann í vetur, hann búinn að æfa eins og tittlingur. Það svoleiðis. Já, hann sagði mér, ég ætla að vera besti leikmaður Íslandsmótsins í sumar. Og hann sagði bara, ég var nánast aldrei á ferlinum eftir mikið. Hann og Pálmi Rafn alltaf á mótnana, mæta, æfa saman. Áraðan Pálmi fyrir vinnun og Theodor heim í sófa. Og svo bara æfing með Káar sinni, bara tóku bara einhverja 3 mánuði bara sem æfðu, það var bara 10 æfingar á viku. Já. Og Tetti lofaði því að hann yrði í geggjuðustandi í sumar og hann náttúrulega með fótboltahæfileika til að bara leika sig þessu deild og ef hann í toppstandi, að maður bara ekkert í standi fyrir að hann ekki búin að æfa í 3 mánuði og hann kom inn í þetta. Það er erfitt að koma heim. Þú þarft einhvern veginn, þú heldur þú sérst að mæta heim í chillið, spjalla við Hólmar Örn daginn og hann bara, sko alla tölfræðan að taka alveg mikið að sprettum hérna, það er mikið fysik, þannig að það er erfitt að spila í íslensku fótbolta þó að gæðin sé ekki alltaf það bestu, en þá þurfa menn að vera í standi ef þeir ætla að hafa einhverju öfrið sko. Gaman að heyra þetta, þú ert að stappa mér stálunni hérna fyrir tímili. Nei, menna hvað, Theodor Elmar, Kjartan Henry núna, ef hann nær sér í heilsu skilur þá Kjartan Henry bara skora 15 mörk í þessari deild. Já, auðvitað. Atli Sigurjóns búinn að vera frábær í vetur, Stefán Árni þarf að vera meira stöður, það er alveg spurningamerki en það er samt alveg Potential bara til að challengea sko. Já, algjörlega. Kristján Flóki var meðast. Já, það er högg. Er það högg? Já. En það ekki það. Hann virtist svona að ætla loksins að þetta í gang allan að miða veturinn. Þetta er allt annað að gera eitthvað á veturna. Ég hef heyrt þetta áður sko. Já. Það oft virkar á Kristján Flóki eins og þurfi stundum aðeins að slökka fyrir á sjónvarpinu og kvöldin og borða kannski, Kentucky einu sinni í viku. Það þyrfti að hugsa meira sig eins og atvinnumaður. Þannig að ég viti nokkuð, hann virkar svona kærulaus típa. Já. Þannig að með alla hæfileiki í heiminum sko. Þannig að, en þeir eru alveg með, geta list þetta með Sigur Bjartarna og eitthvað, þeir vantar kannski hann svona í einhvern kantmann til að vera eitthvað að batla við Stefán Árni og Atla því að kannski eru þeir ekki alveg nógu sterkir í 27 leikin. Nei. Svo þetta með Finn Tómas sem og svo Hallur Hansson. Svo það trúði því enginn í Danmörku að vera mættur í KR sko. Það er spennandi. Já, Það er gaman að fylgjast með Halli í sumar. Ég er mjög spenntur fyrir hún. Bara trúið bara að það var alltaf góð fyrir þetta. Alltaf góð til að vera mættur í Ísland sko. Já, það? Já, og menn bara voru bara, hvað... Þetta falið myndaðilega? Falið myndaðilega, hann bara búin að vera frábær í danska boltanum og átt alveg inn í nokkur múf þar sko. Þannig að Theodor Elmar, Pálmi Rafn og Hallur Hansson á miðinu, það er alveg einhver vikt þarna sko. Og Rúnar Kristinn þjálfari? Rúnar Kristinn þjálfari, Bjarni Guðjóns uppi í hana stúkunni. Leifur að síka tralla. Ég er bara fullur á eldmóði eftir þess að... Þetta eru 2 málmar í hús. Finnur Tómas vonandi skilur verður aðeins sterkar enn í fyrra. Já. Hann og Arnór saman, Kenny, Kitty, Jóns. Það er alveg sterkt byrjunarlið. Já, Finnur Tómas, ef hann tekur bara næsta skrif eftir bara þar sem tímabil, þá er bara að tala Ef að hefði. Nei, sjá mun. Þá erum við með Blix í 3. setinu. Já. Þessi það þýðir að Væks í 2. setinu að þið verðum eiginlega strax í fyrst. Það veit enginn hverju fyrst þetta. Já, ok. En við setjum Blix hana. Þú spáðir líkum í 4. seti. Er þetta reverse jinx at its finest? Eða? Nei, bara, þú veist, okkur, mér finnst Blikarnir bara með slakar liðin í fyrra. Ok. Árni Vill og Tómas Mikkelsen voru hann í byrjun móts í fyrra.
og miðað við leikinum átti Víking og Sunnudaginn þá vantaði þeim heldur betur einn í fremstu bílinu, þú veist, það var bara Kitty var að koma djúpt og Ísak á vinstri kantinum svona þunglamalegur og eitthvað, það var ekki alveg sami broddur í sóknarleiknum. Alexander Helgi var miklu mikilvægur, ég held að menn sjáu það svona í upphæða mót, sko, hann var mikilvægur fyrir Blika í öllu uppspili. Algjörlega. Þannig að mér finnst þeir ekki af sterkir og í fyrra svona allavega svona í aðdraganda móts. Finnst ykkur svona, ef við spyrir ykkur báða bara, er Óskar svona smábúinn að hverfa á sinni hugmyndafræði, hvað var það sko að hann ætlaði bara að vera að spila uppmyndaleikmönnum og Blix sísoni, fyrstu 2 sísoni voru nánast þannig, svo núna er hann byrjað að þétta hópinn, fylla bekkin, kaupa alls konar aðkomumenn. Erum við hrifnir af þessu eða? Já, ég byrja, bara gera eitthvað til að vinna titil. Breiðablik bara búið að þetta félag með alla þessa leikmenn, alla þessa aðstöðu, alla þessa peninga. Breiðablik bara örugglega með næst dýrasta liðið í deildinni á eftir val. Það er bara haugur af peningum sett í liðið, umgjörð og allt. Og það á bara einhvern veginn að manni finnst að það er ekki að líða svona, það eru 12 ár í sumar frá því að liðið varð Íslandsmeistari. Ég allir vera metnir af titlum. Nei, þú ætti ekki að vera Þetta var alvöru eftir hann, ég skal gefa þér það. En Breiðablik, þeim langar að vinna titil. Já, það væri fínt að fá smá tækifæki allavega. Já, ykkur langar í titil, segi ég. Já, en þú veist, ég held bara, eins og maður sagði á hann með þessi 5 leik geta einhvern veginn öll slýsast, en mér finnst svona einhvern veginn árænu Blikum vera þannig að mér finnst hún ekki. Það er eitthvað stress í loftinu sem maður hefur ekki séð áður í kringum Óskar Hrafn. Þetta hefur alltaf verið bara bílað meðbyr. Já, þú veist. Það er verið að ráða menn hérna í kringum hann. Já, Óli Kristjáns, ég meina, þeir vondi bara ná vel saman, þú veist. Og þetta er auðvitað bara eftir því sem að við setjum meiri kröfur og fótboltaninn heima meiri peninga, þá þarf að vera einhver svona yfirmaður knattspyrnumál. Það er ekki þetta, ef Óskar Hrafn fer og ég höfst bara getur vel verið eitthvað líðið í atvinnumennsku vilja fá hann. Frábær þjálfari gert vel og með svona skýra hugmyndafræði, það er oft menn sem að fá giggin úti. Að þú veist, þá þurfa Breiðablik að vera búin bara, þú veist, hey, þetta er okkar stemna og kemur kannski bara Siggi Höskulds eða einhver inn og bara svona spilum við fótbolta. Þú veist, já, þó að þú fer þá er allt áfram. Já, þú veist, þá félagið bara áfram með sín gildi. Þetta hefur, þú veist, Manchester City riðin yfir mann knattspyrnumála áður en þeir riðu Guardiola, sko. Þetta er náttúrulega United, þú veist, það er svo frábærlega. Já, mjög vel. Treystu bara 2 menn í 30 ára og svo vissu þeir ekkert hvernig þeir átt að gera þetta þegar þeir fóru, sko, í Ferguson og Gill, sko. Þannig að ég held að leikarnir svona, þeir þurfa að byrja vel. Ég held að það veri smá högg í magan fyrir þá að tapa þessu meistarana, þá veist, það hefði verið eitthvað svona statement inn í móti, heyrðu, vinna Víking í úrslitaleikum titil, ekki merkilegasti titil í heimi, ég veit að, en samt hefði svona verið sálrænt sterkt fyrir Blikana. Og Birkir myndist á án með unga leikmenn. Ég held að pirra svolítið svona Blika er að sjá Óla Guðmunds starta í FH og að Blikarnir séu svo mikil kvist, eitthvað svona örfættan vinstri hafsend og svo Karl Friðleif stóti í fyrra. Ég held að það svíði alveg pínu ennþá að Blikarnir af einhvern veginn hent honum frá sér fyrir Davíð Örn Atlason sem að nýttist svo ekki neitt, sko. En Blikar eru með besta leikmann deildarinnar. Ég ætla ekki að lesa þessa spurningu að þetta er svo græn spurning að ég eiginlega við það eiginu bara. Nei, eittirinn ekki, við ætlum ekki að vera að lesa með það. Viktor Karl, besti leikmaður deildarinnar. Stefán Árni Geirsson, veistu hvað það er? Viktor Karl er náttúrulega allt öðru level en Stefán Árni Geirsson, sko. Já, þetta ekki slaka á að farað þú bara í Vesturbæðarleginu? Ég á ennþá eftir að sjá Stefán Árni Geirsson sé frábær leikmaður, sko. Já, ég hef aldrei séð það. Þetta bæta við kantmenn, Stefán Árni Geirsson, hann er að fara til... Við erum að tala um Breiðablik þetta. Viktor Karl er í hópi, myndi ég segja svona topp 5, hann er einhvers staðar á topp 5 bestu leikmenn deildarinnar. Geggjaður í fyrra og líka bara bætt sér mikið, þú veist, ég var til að rýna þessi hlaupatölfræðina á honum, því hann er geðveikur standi, svo bara góð varnarmaður og er góður að brjóta línundar hann að... Versta er bara hvað hann lítur illa út á velli, sko. Hann má reyndar eiga það. Róri Gísla var að hringja og við fáum lúkið sitt aftur. Viktor er frábær, Viktor og Gísli hann á miðinni, þeir þurfa einhvern veginn svona að vera mótorn í þessu, eða Blikarnir alltaf fara í titilin. En heldur þú bara, þú veist, að Kiddi Steindórs geti bara ekki verið nýja? Jú, alveg klálega, þú veist, það þarf allan að eru, svörin eða lausninar eru ekki alveg komnar, sko. Ok. Og þú veist, hann var að droppa og maður heyrði, fegurinn í íslenska fótbolta, maður heyri bara í þjálfarnum, sko. Já. Og hann var öskrandi á allir að koma Kidda framar, sko.
En það eitt sem þú gleymir sko, við hefum Ómar Só inni. Já, ég vonandi það spil sem það hægt að virka. Þú veist, ég bara hef ekki séð nóg, ég hef frétt á honum innum hálfleik á móti Val. Já, andandi með, já. Já, það vantar mínútur undir beltið sko. En ég veit ekki hversu mikið svona sender nýtist blikum, einhvern blika sem hangir í öftustu línu og að stinga sér inn fyrir. Menn tala um þess að nýja Drogba, en ok, sjáum til. Halló, Latti bara betur en það sko. En blikarnir eru bara með frábært lið og veist, það er náttúrulega ekkert eðlilega gaman að horfa á og yfirlega spila sko. Já, en við erum samt sko á því sko blikarliðið spilaði frábælega síðan. Við erum ekki þar í dag sko. Nei, mér finnst styrkingarnar einhvern veginn svona, já, eftir að Óskar Hrafn veit miklu meira en við þrír hérna saman fótbolta. Já. En þú veist, hinga til og svona bara á pappíri eru styrkingarnar eins og styrkingarnar sem ég veit ekki, Stjarnan með fullri virðingu eða Leiknir hefði átt að vera Dagur Dan í Leikni hefði einhvern veginn meika meira sens sem Dagur Dan í Breiðablik. Erum við ekki bara að tala um þetta er bara næst eða þriðjast eða þetta er ekki, við vorum ekki að kaupa í stöður sko að sinni sko kaupa leiki. Já, en ég minn Óskar Hrafn sótt Jason Dagur afturheldingu. Þannig að hann er alveg talentspotter sko. Já. Þú veist, og Ísak Snær hefur það alveg mjög hátt sko, við sáum það alveg í restina og í fyrra, en ég minna hann virkar aftur Þungur? Já, bara ekki í toppstandi sko. Nei. En vonandi verið að berjast blikarnir í toppinn, það var gaman að hafa það þannig vera. En, sorry, ég verið að skjóta inn á hann klárum blikar Þarna, þú ert náttúrulega með tattúrað á bakinu mynd af Óla Kristjáns Óli Kristjáns, minn maður Já, toppmaður og ég líka bara, þú veist Breiðablik er 60 ára gammalt félag, það er bara einn maður labbað með dolluna innan það. Já, en þá er nú skrítið að segja að hann er tekið við því með klassmennamála. Þá ættu þið nú labbað út með allavega 1 titil í sumar eða ekki? Já, það er kannski smá tími, nei, þú veist, ég hef alveg trú að blikarnir geti unnið til þetta bikar. Já. En Óli er bara toppmaður og vonandi hjálpar hann Óskari. Já, það er flott. Kennir honum að labba við línuna. Það var Víkingarnir í annarsæti. Ríkjandi meistarar. Þeir lúka heldur vel. Þeir lúka vel. Lúka miklu betur einhvern veginn en maður hélt sko. Maður einhvern veginn hélt að Kári Sölvi, Atli Barkar myndi einhvern veginn vega þingra en þeir bara strax í janúar bara virkuðu sprækir og einhvern veginn hungraðir í að sækja meira og bara Arnar Gunnlaugsson, what a man sko. Já, what a man. Er hann ekki bara sokka menn sko, þú veist, margir búin að segja að hann sé alltaf búin að vera heppin þeir er bara sturlaði þjálfari. Já, bara frábæð þjálfari og einhvern veginn þorir að breyta, í fyrra hann spilaði ekkert alveg sína hugmyndafræði alveg en hann bara sá hvernig hann gat farið og græja titilin, hann reyndi að spila sína hugmyndafræði árið undan með Kára Sölvi, það bara gekk ekki þannig að svona þorir aðeins að kyngja stoltuna á þess að fara alveg frá því núna talar hann að þessi konum í lið til að spila ofar á vellinum og spila betri fótbolta og hún finnst að hann verið með betra fótboltalið og bara hvernig þeir einhvern veginn héldu blikunum svona dæmi fyrri hálfleikin betur en seinni hálfleik þegar þeir eru manni innum færri og fara einhvern veginn niður en þeir bara eiginlega það er ekki mörgli sem að halda blikunum frá því að skapa ekki færi sko. Nei. Þannig að líta fáránlega vel út. Já, það voru líka margir sem að einhvern veginn, ég segi ekki afskrifuðu en sko virðingin fyrir Arnari, það voru margir sem sögðu bara ég veit ekki með hann, af því að hann talaði Víkingarna svo upp tímabil á undan sko. En núna er hann eiginlega búin að aftur sokkað alla sko, við elskum það. Svo er hann alltaf líka með, svo við skjótum inn í okkar manni, hann er alltaf bara með besta markmann deildarinnar sko. Ingvar Jónsson, já, geggjaður maður, hann er frábærum en hann bara, þú veist, hann græjaði titilin fyrir Stjörnuna 2014, var bestilegum með mótsins þá og þessi Ingo, hann kom alltaf sent inn í fyrra út eða bara Dotti gaf ekkert færi á sér, en þegar hann kom inn maður þessar vöslur í Frostaskjólinu, þú veist, það er bara að vera stytta Ingvar einhvern tímann í Víkinni sko. Já, þeir eru senna allavega mögulega líka með besta miðjumann deildarinnar sem við káringar sjáum Pablo horfum með söknuð eftir sko. Já, Pablo Puniet. Þeir segja hann sem eitt ámála, það er að fá útborga fyrsta. Þá er eitthvað að búið ekki Vesturbæ. Þetta er einu sneið sem á rétt að sér sko. Leifur var útborga 13 hvað sem mánuða sko. Ég er á föstum launum að káir sko. En ég meina, þú veist að Pablo, Júli Mag, frábært kombo og svo einhvern veginn skinnið maður Arnar í bæði uppstillingun og eftir að tala við hann sko að Helgi Guðjónsson geti alveg bara hent Nikolai Hansen úr liðin. Já. Hann bara talaði þannig, Helgi byrja á móti Blikum og hún finnst Helgi bara Arnar elskar Helga Guðjóns og Helgi bara virðist vera að bæta sig komin á hann þjálfari sem að bæta leikmenn, það er einhvern veginn svona
eftir því sem maður heldur meira og meira með Manchester United þegar maður soft spot fyrir því að þjálfar bæta þá sem það Já, þú þekkir það ekki vel Nei, þekki það sko þannig að mér veist ég líta vel út bara með mikla breytt í sóknarleiknum sá alltaf mennir sem eru á bekknum átti blikum, það var hann að Birnir, Adam Ægir Nikolaj Hansen, bara 3 senterar Arnór Borg alveg inn mitt mót þannig að með mikla breytt fram á Já, náðu þeir að fyrir upp í Nikolaj Hansen eins og þeir náðu að fyrir upp í honum í fyrra Kannski þarf þess ekki, eða hvað? Ég held að hafa alveg fleiri áttum sko, en ég er því hissa að sjá Nikolaj Hansen fara yfir 10 mörk í sumar sko. Okay. Þetta var einhvern veginn bara svona Já. En kannski á maður að taka bara Harry Kane-vagnir þegar maður held að hann væri one season wonder og svo er hann bara bestur í heimi eða eitthvað sko. Kannski er bara Nikolaj Hansen blómstrar hann sko. Ég er einhvern veginn ásamt erfitt með að sjá hann aftur hendi í 16 mörk sko. Okay. Þó að leikirnir séu fleiri sko. Aðeins gluggan Erum við ánægð með hann? Ég er að gert vel sko, Oliver Ekroth hann með svona þessa fáleiki sem maður sé með honum kannski þennan blikaleg og einn hálfleiki viðbót þá virkar hann algjört unit sko. Já. Bara nöyt sterkur djúvöld sko. Og Kæla eftir að koma inn í þetta líka þeir með Halldór Smára sem einhvern veginn bara svona herra víkingur hann spila boltanum bara og hefur það náð upp og maður hefur svona kannski smá með vinstri bakgrúndi Atli Barkar var mjög mikilvæg og sóknarlega líka sko. En Logi Tómas hefur verið mjög flottur í vetur og svo Davíð að námandi blikunum svona góð varnarlega en fram á við það alltaf smá við sem þegar með bak hægri réttfættan bakur vinstra menn hann var alltaf leitin á völlin hann að breytin fóru þess en þeir líta mjög vel út bara við góðu gluggi vel einhvern veginn fyllt í stöður sko. Algjörlega, þá eru komin að Hver er í fyrsta seti? Já, vitið menn, það er Valur Loop, eru búin að spá þeim fyrsta seti? Já, mínum enn í Loop Já, ég er mest fyrir Jalapeno Lime Já, svo er eitthvað Mango Tango Ég er bara No joke, ég tek bara Loop Mango Tango Er það? Ég er með það hérna Ég er enda að rífa alltaf limmið hann af því, sjáðu henni Kallt er það maður Vel gert Ég er svona að vera í símanum eitthvað að byrja að kroppa alltaf Ég á hérna einn mið eftir sem ég tekur á eftir Já, vel gert Loop Mango Tango Þetta er sumabúðanir, talaður sko. Já, þetta er kokteilin í ár Ég veit hvar viljum þú þó svona heima Ég spark upp hurðinni heima hann bara fyrir að banna ykkur bragðefni sko. Það væri nú gott á okkur framsóknar pissana maður Krafan einföld að hlýra þetta Það er að vinna til þetta Það er bara aldrei séð svona lið og þú veist það bara breytir engu hver er einhvern veginn hann fyrir Aron og Hólma að fara í viðra við fullt að liðum allir enda á liðanda Séð svona lið, þú þarf 2 leikmenn ekki Jú, það er búin að taka Orra Hrafn í vetur Ágúst Eðvald, þeir tóku fyrra Tryggva Hrafn og keyptu, það gleymist með keyptu Guðmund Andra á 10 kúlur Það er bara dýrasti leikmann sem er keypt til liðs á Íslandi 10 Ég viðurkenni það alveg, ég geti ávist að punda mig betur heldur en það sko. Ég og Andri spilum upp alla yngri flokkana hann er ekkit eðlilega góður í fótbolta þegar hann Já, en ég hef ekki gert betur penningamni heldur en gera það sko. Kaupi Íslandsbanka Tryggvi Hrafn Tölum betur en það Hvað verður gaman að fylgjast með honum í sumar ef hann helst heill? Það er ekkert spes Þetta hlýtur að vera inn út og lið Ég er að segja það Jú, þú veist, það verður flottur í varaliðinu Ég held að hans sé gæði sem blíkarnir ættu bara að setja peningin á borðið á líðanandi og reyna Já, þeir eru náttúrulega bara með urmul af kostum hann fram á því sko. Já, þeir eru, þú veist, einhvern veginn svona útgáfa sterkasta liði væri einhvern veginn Tryggvi, Guðmundur Andri, Patrik og Aron Jó fyrir aftan eða þú veist, svo er þið með Sigga í, Landra Adolfs hvað er meira hann? Það er eitthvað annað viðbót þeir eru bara með Andri er off náttúrulega Já, Andri er offrendar en þeir eru bara með frábæra breytt Erum við að sjá Aron Jó bara út á kanti eða? Nei, hann er í hólunni, hann er bara að spila 10 Allan eins og það stilt þessu upp í síðustu leikjum sko. En ef þú spila 4-3, hvernig ertu með eitthvað í hólunni? Eða þú veist, ertu bara með Bara 2 sitjandi, 1 fyrir framann Bara 1-10, 2 6-ur Og ertu bara með Hauk Pál Haukur hefur lítið verið með vetur hann reyndar er búin að ræða í æfa nú síðust 2 vikur En er þessi þáttur ekki sýndur á fimmtudaginn? Föstudaginn, ok Þeir spila leika á þá á núna miðvikudaginn ég veit ekki alveg hvernig liður það er náttúrulega síðasta leika voru með Hellund og Birki Heimis Ég held þetta gæti enda í Birki Heimis og Orra Hrafni Þeir eru að vera ánæðast með hann af þessum ungu mönnum sem hafa komið inn sko. Þannig að svo er bara spurning hverjum með Hólmari í hjartanu sko. Ég er nú sko, ég má ekki uppljósta mína heimildamenn sko, en ég veit, ég er að starra með einu manni sem að spila á mútið Val
Og þá ertu vantilega uppljóstra hvernig hann að tala Hann sagði að þetta valslið væri bara eitthvað slakast sem hann er síðan sko. En maður fær í starfsmannskánu og Arjón Nei, þú veist, þeir hafa ekkert lítið sérstaklega út í vetur. Nei. En maður er svona bara veðjar á það og gerir kröfu á það að lið með svona leikmannhóp einhvern veginn bara finni taktin. Heldur þetta gæti orðið eins og þegar valsliði sko, þeir eru unnið fyrsta sísoni með Heimi. Þú veist, þetta er bara svona, þeir eru smá lengi í gang og svo bara... Það hefur alveg að skoða tímabilans Heimis, þá hefur það átt svona verið lenskan. Svona harki gegnum byrjunina. Já. Og svo einhvern veginn smellur, þetta eru oftast í betra formennanulið. Þú veist, 2 leikmenn sem hafa komið til mín í vetur að tala, Birkir Már Sævarsson og Hólmar Hörð, þú veist, þeir segja bara aldrei hafa farið aðra eins æfinga fyrir þeir æfðu eins og titlingar sko. Okay. Bara bilað álag. Þannig að gæti verið þessu svolítið þungir. Sér að létt þetta eins núna bara réttur í mót. Þeir eiga IBVF held ég og Keflavík í fyrstu 2 leikjunum. Passar. Bara grænt út sigra þar einhvern veginn sækja sér smá sjálfstraust. Þá eiga Ótalíð alveg að þetta í gang sko. Já. Okay. Men Aron Jó er bara, Óta Hólmarinn er að koma heim á besta aldri. Já, Aron Jó líka búin að downloada chess.com appinu og byrjaður aðeins að... Takk kærlega fyrir, takk. Aron er hugsuður sko. Já, mikill. En þú veist, svo gleymist náttúrulega að Valur hefur orðið 7 sinnum Íslandsmeistari sem er jafnótt og Heimir Guðjónsson hefur orðið Íslandsmeistari. Er það stað? Já, það er stað. Þetta er stað? Já, þetta er stað. Heimir, hversu mikilvægur er hann líka bara að hafa svona reyndan þjálfara fyrir lið sem er hlaðið stjörnum og það er örugglega ekkert alltaf auðvelt að senda menn á bekkinn sem að finnast ekki eiga það er bara no nonsense hjá Heimir Guðjónsson. Það er bara út, ég held að hann sé ekki að útskýra allt og mikið fyrir þetta er bara hann hefur líka reppi í það. Já, hann bara með allt gallerið alltaf hjá sér. Já. Alla þessa titla, þú veist, og Heimir er fljótur að losa sig við menn eða þeir eru einhverjir, ef honum finnst þeir vera til vandræða, eins og við bara gefum okkur það að Hannes Þór Halldórsson hafi kannski verið í hans bókum einhvern veginn svona verið bara eitthvað erfiður. Ég meina Kitta Freyrsdóttir er einhvern veginn líka þannig að þeirra samstarf hafi ekki virkar og Heimir hefur alveg verið rúðfles í þessu að kasta mannum í burtu ef þeir eru erfiðir í samskiptum við hann sko. Já. Margir spyrir samt með Hannes sko, við tökum Hannes aðeins. Ef að Hannes er náttúrulega bara sturlaði bara besti markmaður í sögu Íslands. Já. En ef hann væri svona frábær, hefði ekki fleiri félög reynt að fá hann eða? Ég veit að þetta náttúrulega gerist á þenni tíma flest liður eru byrjuða einhvern veginn búin að einhvern veginn byrja að tryggja markmannstöðuna þína. Ég held að Hannes hafi bara langaði Káur. Já. Og Káur er bara búin að vera með solid markmann í nokkur ár, ég veit ekki, þeir hafa einhvern veginn hugsað hvort þeir ætti að vera að búa til einhver óþarfa konflikta þar. Já. En það verður pressa á Guy Smith í sumar ef hann gefur eitt í fyrsta leikmann þá einhvern veginn er bara svona vofa Hannes að vera einhvern veginn yfir hlýðarandi í allt sumar að bíða að vakna sko. Hvernig heldur það að gekkurinn séu á Heimi? Heldur þetta sé bara, hvað er að tala mikla þólum að heldur? Ég er svo sem get ekki lesið alveg, það er potið ógæslega pressa en samt þegar einhvern veginn bakka þjálfurinn svona mikið upp og leifir honum að fara í svona mikla breytingar þá hlýtur einhvern veginn að þurfa að standa samt aðeins með honum sko. Þannig að hann þarf að delivera í sumar, það er alveg klart að það er ekki búið að hendi eitthvað svona aftur. Algjörlega, en áðurnum förum við spurningarna á Hörð sem eru virkilega skemmtilega, við þökkum þeim sem kom með spurningar bestu þakkir fyrir. Þarna letum Hörð ekki vita fyrirfram. Þarna ertu sammála sér að spá okkar fyrir utan leikning kannski? Já, mér finnst það svona kannski svona, þú veist. Erum við að peppa okkur mann ómikið eða? Já, ég fulla trú á Sigga sko, en mér finnst það svona kannski svona vel í lagt að spáðum í efra playoff. Við erum, eins og við erum búin að segja, top 5, það getur raðast hvernig sem er. Hvað finnst þið vera svona augljóst í þessu? Hvað finnst þið vera bara svona borderline bara, já. Framfalli. Já, það er svona eina sem maður getur þetta sér ég 99 p eða eitthvað. Já, það var ekki hot take hjá okkur. Nei, það er bara erfitt að vera með hot take í einhvern spá sko, ef þú ætlar ekki bara að fara í trúðin sko. Já, við vorum bara að pæli að fara í trúðin, bara spá fram bara Evrópu og eitthvað. Ég veit að leikni efsta. En þá viljum við bara þakka Bríó, Léttul. Já, Léttul. Og Borg Allri. Takk. Kærlega fyrir þetta, þessi spá var í búið Bríó, Léttuls. Helviti góður. Já, hann er ansi góður sko. Þá kom að spurningum Hörðusnæður, ertu klár? Veit það ekki. Nei, það kemur í ljós. Ertu eitthvað í bréfinu?
Ég er eitthvað svona aðeins að leika bara eitthvað smáttir í. Já. Sko, þetta ekki spurningar, sko, við vitum hann í bréfunum. Við erum að spyrja hvaða bréf. Ég bara tekið þátt við erum alltaf bara sem útbúðum undanfarið. Undanfarið ár, það Icelandair. En satt ekki erfitt að vera Ég fór reyndar með stærsta stakki minn inn í Icelandair á stóra Pfizer-deginum þegar við heldum við værum að fá stóra Pfizer-dílan 1.80. Þá held maður sko að maður verið með alveg innari upplýsingar. Ég gerði það líka sko. Maður chips aðeins inn þar, svo tók Íslandsbankan bara hann í fyrsta útbúðinni, svektur af Bjarni Ben sem að fylgja mér á Twitter, hann ekki aðeins pizzaði kallin hérna fyrir seinna útbúð. Ég hefði viljað vera með Bjarni. Og svo það síldarvinnslan, maður ræfillar, maður átti að fara með stærri stakkin því að eitthvað sem örugt að þá það fiskurinn gefur. Sko. Fékkst ekki neitt sko. Ég fekk svo lítið samtíð. Já. En samt ekki erfitt skilur að vera fjárfestir sem þannig að það eru margir að elta þig? Jú, ég bara svo vonlaus með peninga sko. Kann ekkert á þetta. En ég væri til að vera með þingri í bríónum, það kemur vondi. Þannig að þú svona ég geði 10 milljónir núna, þú ferð í Kauphöll að leika þér. Hvað tekurðu? Eigum við ekki inn í hækkun aftur hann í hvað heitir það? Marel er búið að droppa vel. Já, Við eigum inn eitthvað þar, setja 5 þar. Svo held ég að Jón Ásgeir muni halda áfram að mala gull í Skeljungi. Ásgeir Reykjvík mættur. Já, Ásgeir Reykjvík mættur. Ég er ánægð með þessa spá. Mjög vel á 5 og 5. 5 og 5. 5 í solid fjárfestingu, 5 svona smá áhætta í Skeljungi. Við langar reynda að taka... Ég held að Skeljungur sé 60% upp síðasta árið sko. Jú, það er galið sko. Mér langar að bæta við einni spurningu varðandi bestöldina, svona í lokin á þeirri umræðu. Sko, fyrir fantasy álfana þarna úti, hverju eru að sækja? Ef við ekki taka Patrik Pedersen, einhvern veginn að hann fái alveg service. Já. Þetta er gott fyrir Kitty Freyr. Það eru stóru seðlarnir í færi þá. Stefán Átni á 75. Er komin verðlisti? Nei, ég veit ekki með verðlistan sko. Það lítur á að fara dettin að allar menn þurfa að fara að hendur upp svo það verið, svo maður geti aðeins leiðið yfir þessu páskana. En annars nú markaðurinn á Íslandi oft, þetta er svona erfiðara fantasy en í Premier líka, svo með þessi færri lið, færri leikmenn. Já, sem samt, sko, það já, ég veit ekki, ekki alltaf einhver gullkort sem miklu frekar að... Já, ég er að vona að þetta bestu deildin núna, hún tekur bónustig og fleira, það út frá tölfræði. Já, það nýtt? Já. Það sniðugt. Þannig að það ekki bara út frá því sem að fréttarittar í fótbolta.net og það hefur verið mjög vel gert, ekkert að dissa þá var það svona einhver bónustig sem að, þú veist, bara huglegt mat. Já. Sem einhvern veginn erfiðar að kyngja. Atli Sigurjóns verður góður í KR. Hvað er meira þarna? Hver er læsa? Ég ætla að slæta inn Ástbjörni Þórðar og Gyrðir Hafni. Ástbjörn verður frábær í og Ástbjörn verður frábær í F-hóli og illa sáttu með hann, bara vinnu hestur mættur í bakunum, bara setur hausinn niður, ekkert vesen sko. Hleypur upp og niður, hann eru drúgu fyrir F-hópotið sko. Já, hann geta alveg sullan einhvern stegin. Kitty og Patrik er svona, þar að ég myndi setja stóru selna mín í þá. Já, algjörlega. Vindum okkur þá aftur í spurningarnar. Hversu góðu varst í knattspyrnu? Og ég ætla að láta knefylgja kvið og spyrja, akkur fórstu ekki í handbolta eða körfubolta með hann rosalega skrokk? Ég var bara svona fín, en svona, já, ég var bara svona solid 7 alltaf. Góða löp. Já, við höfum það eftir heimildamann eða við verðum með ansi góða löp. Já, en kannski hefði átt að vera hafsend bara. Já. Mér dreymdi alltaf að vera einhver bara center eða kantmaður eða eitthvað, já, það bara ég get alveg bakkað en að hlaupa fram og þeir hleyp svo hægt sko okkar maður bara, þið minn aldrei þetta í hug hverja það en hann lísti þessum hræjóttir típun að Xabi Alonso alveg löp. Já, ég myndi segja hræjóttir í Beckham því að ef þið nú farið inn á tímarit.is finni þar úrslita leik 5. flokka í Íslandsmóti aðlega, þá stendur nú bara í DFF það fagra ári, man ekki hvað árið þetta er að Hörður Jónsson hafi opnað markareikningi með marki anda David Beckham. Það stóð bara í dagblaðinu, já þetta er nú ennþá heima. En það er á tímarit.is, ég myndi segja svona ódýra útgáfan að Beckham, svo var ég var á mýl trúður. Ég var einhvern veginn meira að fíblast. Varstu góður í klefanum? Mjög góður í klefanum. Já. Mikið að svona pissa á menn og eitthvað þannig. Nei, þú veist. Brynjar Harðarsson var aðstofþjálfari Péturs Péturssonar í öðrum flokknum og
hann tók á mig hann eitthvað á miðar og öskraði á mig, þyrfti að fara að gera fyrir mig hvort ég ætlaði að verða trúður eða knattspyrnumaður. Ég sagði hann, ég ætlaði að vera bara trúður. Þannig ég hafði bara meira svona, ég hafði gaman að vera í kringum en ég hafði engan, ég nefndi ekki, var ekkert með hann bilaða metnað og sá líka ég hafði ekkert í þetta að gera. Ef þú og Hrafnkell Freyr hefði báðið haft 100% metnað, ekki það að Hrafnkell Freyr sé heimildamaðurinn okkar, þannig að hvor hefði ráð lengra? Ég. Já. Keli náði öll út úr sínum fótboltaferði sem hann gat, sko. Sko, þú náttúrulega, sko, ég veit að eru margir harðistuðnismenn sárir á sínum tíma þegar þú röltir yfir hæðina og sóttir stórselina í yngri flokkunum til Stjörnunar. Já, það fór að sóti mínunar. Tókst að fella Stjörnuna eiginlega bara, úr aðild. Eiginlega bara gerði það einn míns lið, sko. Við vorum að, ef ég mann rétt, vorum að spila á móti Ía. Það er komið hann inn á hálftíma eftir eitthvað og við vorum að vinna held ég 1-0. 90 mínútu eitthvað, ég ætlaði að kloppa eitthvað eða taka eitthvað sítansnúning. Misti boltan á miðinu, markmaður stóð framálega skoruð. Og við fjallum eiginlega bara eftir það, sko. Það var svona mitt framlag í Garðabænum. Mætti En Bjarni, ég alltaf, sko, ég bjóði það mér til varnar. af hverju fótt í Stjörnuna? Ég bara að spila. Já, Ég var alveg þokkalegur fram í svona fjórðaflokk. ok. En svo þegar ég fermist, þá er ég 1,63. Já. Svo stækkaði ég bara 27 cm á 2 árum. Það bara, ég var nén á mér einhvern veginn, bara fylgdi ekki með og ég var alltaf einhvern veginn meiddur. Þannig að ég stækka á hratt, sko. Já, pingu lítill ég var fermdur en svo stækkaði ég hratt, þannig að það var svona að gera út ferðin ef maður fer í meiðslin. Já, meiðslin eru leiðilega líka þegar maður stekkar svona rætt, sko. En næsta saga, við erum komin að sögustund og það er í búið Hreyfils. 588 5522. Nú, já, ok. Skemmtilega. Já, þeir eru líka bestir. Sko, við lögumst á stúna og við fengum sögur senda inn fyrir þá sem við ætlum að leyfa þeir að svara fyrir. Þið félagarnir Hörðusnævar, Viktor Unnar og Kelly voru að playa þess að raða í ykkur nokkrum brí og léttöl og tækja svo Það var léttuleiki. Við aðeins pöntuðum léttu að fengi eitthvað annað. tækja það mæta ákvörðuna að gera heim í toppmálum. Gjörsamlega mökkaði stundur hérna, ég ætla að leyfa því að leggja myndi hluta. Viktor keyrir og segir já og eða ykkur nokkra bíla á svæðinu og götundar í Kópaví voru vægasett ekki öruggar þetta kvöld. Þá vilja menn menna þú að tekið ákvörðun að fara úr bílnum, hleypur undir brúna hjá Smáralind og þar kemur lögreglan og ætlar að handtaka inn að þá segir þú þetta var Viktor Unnar, hann að heima í Gullsmára. Já, það er búið, ég veit nú ekki hvort að Viktor vinnur verið gladur að þessi saga sé hérna. En jú, við vorum ungir og vilsur. Þetta er svona sirka bátur rétt, Keli var ekki með. Keli var hvergi sjáanlegur. Við höfum eitthvað verið að, þetta við duttum í það á fösti. Svo bara fórum við í góða tenging og playas. Já. Og já, erum að keyra hann að fara út klukkan 5 og ég segi við Viktor, ég held að þetta var bíllinn hans. Ég segi, það er betra að ég keyri, því að hann hefði verið að kaupa einhver skot hann daginn og ég fíla ekki þessi óbálskot en ég bara svona einhvern veginn sturtaði alltaf á gólfið, menn langaði ekki í þau. En hann tók þau alltaf, hann var alveg mökkaður. Og ég segi, út í hann átti heima þetta rétt hjá, við vorum 19 ára eða eitthvað, fannst það góð hugmynd að keyra. Líka playas er bara við hliðin á sem þið bjöguðu, sko. Er það ekki? Já, Gullsmárin, þetta var bara undir brún og kominn. Ég er að segja það, þið getið að labba bara heim. Já, nokkuð fannst einhvern veginn á þessu, bara ungi vitlaus og blindfullir, þá fannst, og ég segi henni, það er betra ég keyri, þú ert alveg mökkar. Hann segi, góðu standi. Og svo einhvern veginn nuttar hann eitt bíl og eitthvað og það kemur eitthvað fólk út og tekur lyklan á hann og ég sit bara með eitt stóran í gleri og er bara sötan í farþegarsæðinu og bara, hvað vissin þetta, það var ekkert að spara alveg út úr heiminum. Svo allt í einu sé ég hann bara hlaup í burtu með bíllyklana. Hann straujar og fer hann að ká séleiðina, ég bara tek bjórið minn og peysuna mína og labbast á og fer undir brún. Hinum með við, þeir sem að þekkja þetta, ég fer hægra með Smáralind og hann fer vinstra með. Já. Svo er ég bara komin undir brún og koma bara 2 löggubílar þrum upp á kant og negla mig niður. Og þú varst að keyra fullur, nei, ég var ekki að keyra fullur, Viktor, feilaði mér. Og hvað er hann hefur? Hann hefur minni Gullsmáranum. Ég vísi hvernig bara leiðina. Heyrðu, við vorum mættir og undan Viktori heim, sko. Það biðu bara eftir hann 3 löggubílar. Og já,
löggan var það ána með það hvað ég var samvinnu þýður að hún keyrði mér í partí. Já. Við vorum að fara til þess að Ágústur Ágústsson var með partí þá í Hólminum. Hvað heitir þannig að það var bara kallaður Hólmurinn þannig í Kópavoginum og löggan bara keyrði mig þangað og svo ána með kallinn og ég var bara mættur á B5 eftir klukkutíma bara dansandi. Já, en það eitthvað meira eftir þessu bendingu ekki lefur eða ekki? Formleg. Jú, viltu bæta við það? Jú, við erum núna búin að heyra söguna og þarna já, Viktor Unnar náttúrulega misti í kjölfarið í bílprófið. Já, það var þungt. og hefur líklega, já, eins og spurningin orðið hérna, hefur ekki náð sér á strik síðan. Var ég upp á það fallinu? Viktor enda blómstar í dag. Já, viltu senda honum formulega afsökunarbeiðni hér? Ég hef nú alveg gert það áður sko, þetta var auðvitað, en ég minna þú veist hvað, bara ég var 19 ára fullur og það hafa verið að taka með kvöld á B5 sko. Ég hef einhvern veginn bara þurft að vega og meta og þarna undir áhrifum fannst mér það bara, þú veist, átti ég að taka þetta á mig? Nei, mér fannst það ekki sanngjarnt. Og því ég hafði boðist til þess að keyra. En þú hefði geta sko, ég talaði við einn í vinnunni þegar sko, sem að ég ætla ekki að tala hvað heitir. Hvað er hann að Pepsi-leikmaður sem var hlaðið val eða? Kottu með nafni, Birkir. Nei, og hann sagði sko, þú hefði ekki sagt bara, ég fekk fara hjá einhverjum dúta sko. Já, bara ungur og vitlistu, bara var ekki að spáði og bara spáði hver ég kemist í næsta bjór sko. Þetta er svona, þið nefndu þetta fyrir þátt og ég held þetta væri allt önnur saga því hún er eiginlega betri sko. Já, þú mátt alveg koma með hana sko. Er ekki ein nóg eða? Nei. Sjáðu Kemi þeir eru með alla helstu varalhutana frá Boss og við mælum sérstaklega með voru ekki að tala um að núna er tími í varalhuta ekki? Jú, og bremsudiskana sérstaklega ef þeir eru ólegi þá getur farið illa getur farið mjög illa En maður kaupir á það, takkið þið það og skiptið fyrir mann Já, við erum bara það er bara það er grifið hérna Grifið 588 522 Takk Já, ekki málið Já, en Kemi menn, þeir eru harðir En litla kjötbólan í Arion banka, hún fær að finna fyrir þessa sögu sko. Gæti aðeins þurft að taki minn mannan í Arion banka Ég veit ekkert hvað maður það Það kemur allt í ljós En Kemi menn, þeir eru harðir aðdáendur 433.is og vilja hrósa ritstjórnum sérstaklega fyrir frábæra síðu Hversu mikið hark er að halda úti svona síðu? Það var meira hark svona áður fyrir þegar maður vorum einhvern veginn bara einir í þessu þegar við byrjuðum þetta en einhvern veginn þegar maður er svona undir stærra fjölmiðla batterið ára og kannski aðeins auðveldara en oft verður maður alveg þetta er ekki bara 8-4 Nei Þetta er aðeins meira það en þú veist, það er aldrei leiðilt í vinnunni þannig að það er á móti það er bara gaman sko þegar maður er að vinna við það sem mann finnst skemmtilegt þú veist meistaradeilda kvöld og konan einhvern veginn þetta er alltaf að horfa á fótbolta þetta er vinna mín That's what I get paid for þannig að það er svona maður getur alltaf verið í vinnunni alltaf í símanum, nei ég er í vinnu Það er þetta rísa lúksu Þú og spitten hérna, ég er í vinnunni Já Hvað segir þú? Nei, ég var að refresha the live score Fuck Já, við erum Við rjúum útsendingu Nei, þetta er bara allt í lagi Við náum bara 3 sæti og svo bara vinnum Til þess að segja hlustundum þá erum við að taka upp þátt að meðan Chelsea Real Madrid setni var að klárast og Chelsea er úr leik Bara bensin en svo sagði eins og ég sagði það voru við ítum að rekk Já, hann má eiga það að höra Hann sagði að bensin með eðilega þetta Já, nei Bensin eðilega þetta fyrir okkur Já, en það sko Hörður kalla þetta fyrir leik og þá líka beint við að spyrja hann hvernig er að vera geitin í blaðamennskunni? Ég fundur ekki taka svo djúpt í orðina. Það var Maggi Már hérna, Maggi.net, hann fann upp fótboltaumfjöllunina á Íslandi svona djúpa og mikla. Hann kom mér í þetta á sín tíma. Kynntust í knattspyrnuskóla Kristjáns Bergburg 2005 held ég. Hann kom svona í þetta, hann er svona einhvers svo skemmtilega sem var unni með þessu. Svo eru margi frábæra enna. Er ekki Hjörvar Hafliða getinn eða? Jú, ég held að hann sé getinn. Já, ég er bara afalaust. Það er bara ógeðslega gaman, við erum búin að 10 ári ár, 10 ára hún í mass. Var aldrei, þú byrjuð með 2012, þarna var aldrei sem var bara, heyrðu, þetta er ekki máli. Sko við stofnum þetta nokkur saman, fáum inn nokkra hluta var hann á 2012. Þið voru með einhverja fótboltamenn, ef mér er einhver rétt minni til. Í hluta á honum? Já. Það var Andri Sigþórsson, var svona gamli fótboltamenn sem var með í þessu í byrjun. Það var einn af þessum nokkur sem að setja okkur 1000 kall í þetta. Svo var þetta bara keypt fyrir
það var sett í þetta einhverjar x miljónur og keypt fyrir helmingi meiri pening bara árið eftir. Það var einhver fyrirtæki sem heit Moberg þá, sem er netgír á það í dag. Skorri og félagar, þeir keyptu þetta árið sinni, alltaf að fara í eitthvað fjölmiðlaveldi. Það einhvern veginn nefndu því ekki, þannig að þá var þetta selt yfir til Pressunar og Djefaf og svo var þetta selt yfir til núna seinast í Torgs, þar sem að Djefaf fyrir núna með Fréttablaðinu og Hringbraut, þannig að þetta er svona verið farið bara á milli. Bjössi Þorfinns að stýra trafikkinni. Já, Bjössi Þorfinns. What a man. Hvernig er að starfa með þeim manni? Það getur verið mjög erfitt. Já. Því hann er náttúrulega óskipulaðasti maður í heimi. Hver dagur er klaustur fokk hjá honum bara, þú veist, það er bara barnið eldi yfir hann í nótt og þú veist, hann bakkaði á og fór í vitlausan leikskóla og þú veist, og glemdi að greiða sér og svaf ekki í nótt, þú veist, það er bara alltaf eitthvað, það var held ég 30 dag í einangrun, skilur það fengur þetta bara öll kóið alltaf með 7 daga millibili börnin og hann var einhvern veginn bara fokkt þar og svo var hann erlendis alltaf og svo er hann að tefla og þú veist það er einhvern veginn allir boltar á lofti og hann er svona að reyna að skýta mig þessa daginn. Nei, en því líka toppmaður, skemmtilegasti maður sem maður er kynst í blaðum, sko. Þú varst að segja okkur fyrir þátt, Ég ætla bara að bæta við, besti vinur Tjassettar. Já, bara bæja mæl. Og segja okkur frá því að hann ætlaði að skreppa hróið hans í vinnunni í dag og tefla þess, eða ekki? Jú, var að tefla einhvern 15 ára. Þetta er svo góð. Kom tilbaka brotinn. Já, ok, ekki beigður. Nei, hann brotinn. Þetta átti að vera stuttferð, eða ekki? Jú, hann ætlaði sér að fara, þetta er eitthvað gæði sem hann bara átti að pakka saman, hann hafði ekki tími í þessa skák, hann ætlaði svona að tefla fyrstu leikina og hann bjóði hann í jafntefli. Nema Bjössi að koma einhver yfirhönd og hinn gæinn byður hann í jafntefli, ef ég skil þetta rétt, þá máttu bara bjóða jafntefli í skák. Eins og oft þú vilt. Eins og oft þú vilt og Bjössi sagði nei, þú býður mér ekki í jafntefli, svona að hugsa hann og sagði bara nei, teflum áfram. Ég býð þér í jafntefli. Já. Og er einhvern veginn að tefla svo er einhvern veginn leikur bara stefnir í jafntefli, það er einhvern veginn engin leikur fyrir neitt en þeir eru bara báðir skynsamir og gæinn í millitíðin er búin að bjóða nokkuð svona jafntefli þannig að Bjössi var svo fer fyrir brjóstið já, fer fyrir brjóstið á bindinum stóra sem að einhvern veginn sko fyrir einhvern afleik þannig að 15 ára guttin vinnur hann og Henry, you should have taken the draw þá vaknaði skóabjörnin sko bara las held ég yfir 15 ára krakkanum sem var sko, þú veist, Björn ná ekki á reiði hann var bara niðurlæður af You should have taken the draw på höðunum jafntefli hann með vonlausa stöðu en Björn beit eitthvað í sig og tapaði skákinni er það ekki rétt, hann er eini af bræðrunum sem er ekki stórmeistari Jú, það passar, 1 af 2 Einn af bræðrunum það er líka góða sögur Ok, sorry, já og það situr mjög þungt í hún sko, ég var heila sko, hörðu var með layupið og Birkir blokkaði hennar já, sorry, já, ok 1 af 2, já áfragæk við verðum saman í liði hérna en Björn er bara heiðusmaður gaman að vinna með þó hann sé alltaf allt í stygg já, endum að þessu besti ferðarfélagi á leik erlendis já, mesta minningum með Viktor Unnari það er ekkert alla góðar Nei. eins og kannski fyrsta sagan í þættinum bara með sér að það getur verið vesen þegar við tveir sleppum okkur lausir en það er svona róast í seinni tíð það er frábært að fara með honum að leiki Gjöru Haflaðsson, hvað er honum að leik? Það er mjög gaman, við tókum nú ferði í febrúar geggja ferð bara, 3.5. bara í okkur í 48 tíma og skelltum okkur á eitt leik og hann er lítið vesen sko Já, ok en Viktor er svona, það er einhvern veginn bara úst, það er bara fylleri það er bara fylleri og gleði sko. Ok, hljóma heldur vel Já, á gamla skólanum bara Já, við höfum róast bæður og basically game over þetta bara með börn og vesen sko, en í gamla það var einn tóm vitleysa sko Já, úr einu hvað í annað hvernig ertu stemdu fyrir nýja fyrirkomulaginu á bestu deildinni? Mjög spenntur. Já, ég er fárúlega spenntur fyrir þessu og ég held sérstaklega toppnum, horfir aðeins meiri í hann. Það verður kannski súrt fyrir liði í 7. og 8. sæti sem einhvern veginn hafa enga keppa og kannski 7. og 5. sæti líka, ég veit ekki, en þú veist bara ef að Valur eða Breiðablik með 60 að fórustu farandi inn í þessa úrslitakefni, þá er einhvern veginn samt allt galopið bara. Valur tapa fyrsta leik, ok, þetta er 3 stig, þeir eru að fara út á KR-völlin í leiknum á eftir. Þeir geta að tapa honum líka og þá komið með mót. Þannig að ég er mjög spenntur fyrir sig og þetta er mjög vel að fara tilbaka ef þetta er eitthvað fólk sko, þannig að við höfum enga að tapa að reynda ekki sko. Það gerir líka allar spár mun erfiðari. Já, miklu erfiðari. Já, það er ekki hægt að ef að spáin klikkar eitthvað þá einhvern veginn fyrir að rýna í 22 leikina. Já,
reynum að eiga það í bakhund. Já. Já, en deildin að klárast í lok október. Já. Já. Ég hef meiri áhyggjur af grasvöllunum í sko, apríl, mæ sko. Já. Hitt einhvern veginn og það getur skýta veður eitthvað þá bara frestu honum einn dag eða eitthvað. En vellinni finnst mér skipta meira máli og þeir eru einhvern veginn svona oft verri. Það sem ég hugsa sko alltaf, þú veist, maður alltaf bara sjálfur í vippinu bara í glersalum í stúkunni, maður þekkir þetta kannski alveg sjálfur en að Nei, við þurfum að fá flóðuljós með þessu því að við þurfum að geta haldið þessu skemmtilegasti fótboltaleikur sem ég farið á Íslandi í fyrra bara stemning. Það voru fullt af fólki búið að fá sig í glas og það var bara meiri stemning var Breiðablik Valur. Myrkur, flóðuljós, laugardagskvöld klukkan 8. Já, vá. Var þetta ekki, já. Það var bara geðvikt. Það var bara með leiðin svo leik í útlöndum. Já. Kannski út ég komst upp í glærbóksi þannig, ég veit það ekki en, en þú veist bara einhvern veginn svona spil í flóðuljós það gerir leikin í september, október skemmtileg en það náttúrulega grasvellinir ekki með það sko. Leifur, þú veist að ef þú ert með mér og leik þá farið í glærbóksi sko. Við erum ekki með glærbóksi. Þá ekki með þetta fucking glærbóksi. Ég í íþróttasalnum í Vesturbænum. Alveg sko. Hann þarf að koma, þú ert orðin big shot í Vesturbænum, þú kennst upp á svalirnar hann litli. Já, það er reyndar, sko, það er ultra exclusive dæmi, sko. Það er bara einhverju fjóri, það er bara Kitty Kernest eða einhverju 2 félagar, sko. Já, við erum með VIP. Leifur ekki að komast þangað, ég trúi því, sko. Við erum VIP og síðan VIP. En af því að, sko, ég var að koma frá Berlín og ég var að taka þetta aftur. Já. Berlín er frábær. Já, hvort hún er og ég fór sem sagt á leik Union Berlin á móti Hertha Berlin. Og mér langar aðeins að koma inn á það bara út af því að Union Berlin er úr austrinu og Hertha Berlin er úr vestrinu, austur og vestur Berlin sem var náttúrulega saminuðist þarna árið 1990. Austrið er búið að búa við fátækt svo lengi, vestrið er búið að vera betri muna, já, virkir ekki þetta. Nei, en þú veist, það gerðist eitthvað annað. Það voru 75.000 manns. Það er ekki oft sem að Olympiastadion í Berlín fyllist. Hertha Berlín er ekkert sérstætt lið, sko. En hann snar fylltist og Union Berlin, ég sat við hliðina á hann í þessar stúku, eru trilltir allan tíman og ég hef aldrei upplifað aðra en stemningu. Þetta var svo galið. Hver er skemmtilegasti leikur sem að þú hefur farið á? Út frá stemningu? Já, takk. Það er örgulega Tyrkland Börlimaður. Já, ég hef gaman mér finnst það orðið skemmtilegra að fara á leiki í Breitlandi sem er bara einhvern veginn svona lokal meira, ekki bara 10.000 frá Norðurlöndum og 15.000 frá Kína og einhvern veginn allir með myndavélina og eitthvað, það er gaman að fara í svona old school það er mjög gaman að fara á Törfmúr en svona eftirminnilegasti, það fór alla leiki Íslands á EM og HM það var eitthvað svona augljóst en þegar við unnum Tyrkina 3-0 í Já, 0-3 Já, Antalya Nei, það var í Esikshir held ég Esikshir eða eitthvað hvað það heitir Ég var þar sko það var svona geðveikt bara, heyra hvergi meiri læti en í Tyrklandi á leikjum það bara slöktum í þeim í fyriráleik bara þagnaði allt en svo augnabliki er röglega sko þegar að leiknum undan en í undakefni EM þegar við vorum komnir inn á EM og þeir settu vinnirinn hann úr aukaspinnu á 8.900 mínútu og tryggðu sig inn á EM Já, með hellu í svona markinu, með hellu í svona 3 daga eftir þann leik það var geðveikt en svona, já, þetta er svona eftirminnilegt en mesta stemning sem ég var í það var bara núna í nóvember, þá fórum við 15 félagandi saman til London fórum með away fan hjá Burnley á móti Chelsea á Brunni Líklega Brí og Léttól þar eða ekki? Já, nóa Brí og Léttól sko og það að vera away fan er svona skemmtilegst ég farið away fan hjá Er það skemmtilegra? Já, miklu skemmtilegra, þá eru bara 1500-2000 manns trilltir og syngja Er það skemmtilega en að vera home fan? Já, miklu skemmtilega Ég hef farið sem away fan United út á móti City Já Náttúrulega er engin home fans það Nei, en það þá ferði ég eitthvað svona annað það er bara eitthvað geðveiki ég kom að inn, vorum að leika á sunnudegi búin að fullur en í tóta var svona hálslappur eitthvað aðeins að hella í sig aftur lappaði inn á klósett og pissa þá stóð bara eitthvað þú mígur ekki klósettin hérna, þú mígur á gólfið Þú mígur á gólfið á City-vellinu, mígum ekki klósettin hérna. Var það City United það? Já, þannig ég var í away fan og það bara, þeir bönnuð okkar að mígu klósettin það stóð bara gæðið míguð á gólfið sem bara stóð það eins og dýravörður míguð á gólfið einmitt, míguð á gólfið svo var maður bara að fara mígið setnilega og komstu allir inn á sem ekki, það var bara flóð út en þú veist, þá standa bara allir í 90 mínútur plus og syngja það er ógeðslega gaman farið nokkur sinnum með Burnley away farið Bolton away
fór nokkuð sem við Hollandi að vei bara svona með að setja Alkmaar, það var líka mjög gaman svona að vei fann stemningin einhvern veginn þá færðu alla geðveikina bara og það eru 15 saman Þetta minnir mig á að ég fór á þennan hertaleik og við stoppum á lestastuð og þegar að Union Berlin komi úr lestinni sinni sem að stoppaði náttúrulega í Vestur-Berlín þá tóku hertamennir bara það á sig að taka bjórflöskuna sem voru og grýta þeim inn í lestar það var bara sturla, sko, alvöru geðveiki sko. Þetta helviti gaman sko þannig að já, að veifan eða svona eitthvað með, svo á maður eitthvað eftir sem hann svona langar að prófa langar að fara á einhvern slag hana í Istanbul Basaksehir hvort það væri mínir menn í Istanbul Basaksehir eða finna Besiktas það væri svona kannski svona meira og svo er Bokka River Plate það er maður ekki að taka það áður maður fyrir gröfuna Því langar í alvöru geðveiki Já, upplef Inter AC Milan Já. Svona Dortmund Schalke svona granna slægir fara á nokkur á United Liverpool og þetta United City dæmi að fara út í velli svona, það er hrikalega gaman sko. Ég fór á Arsenal ég man ekki eins og hvað hitlið var, það var eitthvað gott lið á Bayern München vann 4-1 og það var eiginlega öllum drullu sama og ég satt einhvers þar upp í Rjáfri bara gæti alltaf anda að það var svo lítið loft þarna en þú veist, það er ekki stemningin Nei, og það er svona fyrst mér finnst það meira gaman á Englandi að fara bara á törfmúr bara í lokal hálf tannlausa breyta að syngja og það er bara vondur hambúrgari fyrir utan völlin og Já, og líka bara kemst ég bara, ertu ekki bara komin í vippuna bara á einhver klinki Sko, þetta vipp og þú Birgir, það er rosalega Það er þetta, ég fór í vippi að börnlegum dagina, það var heldur gott sko. Það ekki? Jú. Ok, talandi það Jói Berg er bara mjög góð félaginn skilur við, hvernig sérðu hans framtíð, skilur við hvernig er hann út á samning, er hann bara að vera áfram í Burnley eða? Hann held ég verið bara áfram í Burnley á næst tímabili vondi halda þeir sér uppi þetta var þetta vond helgi fyrir það var tungt að tapa og sérstaklega sjá United gera okkur ekki neitt greiða þarna með að tapa á móti Everton en já, hann á held ég 1-2 ár eftir í Burnley en ég held að hann taki 1 ár þarna og kannski kíkja svo í sóluna Já Ok, þó þið falli eða? Já, ég held að það er náttúrulega erfitt fyrir hann að það búið að haldast heillar tímabilið svo lendir hann bara í því hann að springur í hvað var það? Nýrnasteinar þannig að þurfti að fara í aðgerð út af því svo bara fyrstu æfingu eftir það þá rýfur hann kálvan Það ætlar ekki á honum að ganga Nei, hann er búið að ganga vel í vetur einhvern veginn haldast heill og fá þetta í bakið þetta er kannski erfitt fyrir hann að fara í sumar sérstaklega út í hann er komin í svona, the big bucks sko. Hákallan í pinningunum sko. Algjörlega Aftur á Íslandi, hver verður besti leikmaður sumarsins? Kristinn Freyr Sigurðsson Gott, skemmtilegt take Já, ég held sér svo mikið hot take sko. En á hverju heldur að Heimir að losa hann? Já, það er nefnilega Ég held bara Heimir að fundist einhver í klefanum vera að vinna á móti sér Bara einhver tveir, kannski Kristinn og Hannes kannski eða? Já, það er svona tveir obvious one og örglega einhverju fleiri sem hann bara gæti ekki losað Ég held að Heimir að vel fundið að var einhver svona óvinning í klefanum grunar það allavega þó hann aldrei sagt það einhvern veginn opinberlega þá grunar með hann hefði fundið það og Kitty, Óli Jó eru bara einhvern veginn Óli Jó kann að kýtla Kitta kann að ná hann upp á tætnar og ég held að Kitty vilji líka bara menn sem eru í revenge mode þeir eru einhvern veginn alltaf líklegir við þekkjum það sem hefur fengið stíguli frá konum að það er maður í revenge body með blóðtörnum sko þannig að Kitty held ég verður geggjaður í sumar og eins og þið nefndu á hann með Lennon og Matta hann að með sér einhvern veginn og þá getur það ekkert klikkað sko Efnilegastur? Ég veit ekki hvort að Kristall Máni er samt eiginlega getur orðið bestur sko. Ég heyri bara hér og segja núna er hann ennþá efnilegur? En ég með hvað, hann er ekki bara 20 eitthvað 21 ás eitthvað Hver er Viktor Karl Já, svona Daði þeir svona tveir einhvern veginn svona sem munu skara fram úr ungi sko. Já, F-fæðingurinn Logi Hrafn, já, ég vildi ekki fara aftur í FH Já, svona Daði Já, svona Daði Svanþórsson, kappmaður Breiðabliks Var hann ekki að fara út í MLS eða? Nei, það var Róbert Orri Er það áfram? Leifur Yellow Card Hvað leifur Englandsmeistari? Manchester City Ég held að þessu úrslitum helgin þeir eiga léttara prógram líka Þannig að ég held að þeir nái að klára það Þú horfður á leikinu um helgina Við horfum allar á leik um helgina Hvort liðið finnst þið betra? Mér finnst ég vel skemmtilegar að horfa á Liverpool spila Já En í þessum leikum var maður að setja í miklu betra lið Já þeir er einhvern veginn svona oft finnst mann leiðilegt að horfa á einhvern svona svæfa anstæðingana bara með að halda boltan
en Liverpool spila mér svona meira rock og roll sko, það svona meira gerast Já. það svona meiri hasar, menn að sækja hratt og eitthvað, en City svona hvað betri fótbolti City betri fótbolti en skemmtilega að horfa á Liverpool. Guardiola betri þjálfari en Klopp? Nei, ég held að Klopp svona, ef við berum saman í Englandi þá er Klopp að vinna með hann að gera hvað getur við búið þetta í samlíkingu, þetta ekki alveg skilur, en hann allavega að vinna með miklu minna budget hann að gera hann að ná meir út úr penningunum sínum en Guardiola bara kaupir alltaf 100 milljónum punda mann og setur hann á bekkinn meðan að Klopp kaupir Salah og Mane og gæja á 30 milljónum punda og gerir þá 100 milljónum punda leikmann. Já, geti keita 50. Ég sá einhverja sammenningu á einhvern samburð á Veltaverðin. Já, ég sá þetta líka, já. Veltaverðin, já, þetta er svo að þeir eru með jafnmarga titla með við hvað eru búin að eyða miklu, sko. Já, ok, Guardiola, já, frábær báðir. Það er eitthvað leiðilegast að tekja í fótbolta, en hann hefur aldrei gefið eitthvað liði, þannig að maður er alltaf með dýrustu liðin og að vera alltaf á toppnum, það er ekki fyrir alla, sko. Nei, nákvæmlega. Hvað lið vinur Champions League? Liverpool. Já. Liverpool, þeir fá Villarreal í undanúrslitum. Það? Það er great gift. Unnu Villarreal Bayern núna? Þeir tókum jafntefli í kvöld þegar við tókum upp þannig að sem var mjög, ég sá ekki í seinni leikinn en fyrir leikurinn bara ég aldrei sé Bayern vera yfirspilaða, sko. Unnu Villarreal Bayern? Í einví, já. Þannig að það er gikkur, eða? Já, það er mjög líklegt, sko. Já. Það er ekki en afsláttur í Bayern, sko. Nei, mjög lítið. Það var að segja náttúrulega spurning kvöldsins áður að koma loka spurningunni. Það er alltaf einn í lókin. Arnar Þór Viðarsson, er hann rétti maðurinn til að stýra landsliðinu? Ég er eiginlega orðin bara leiður á að tala um íslenska landslið. Já. Maður þarf einhvern veginn svona tíma til að jafna sig. Já. Þú veist, við varum orðin svo góðu vörn og það var alltaf að koma þessum tímapunkti. Maður var bara ekki alveg tilbúin í hann. Það er svona fallið hátt niður. Ég held við í dag er Arnar Þór Viðarsson ekki rétti maðurinn í starfi, það úrslitin segja okkur það bara, hann er ekki að ná í þau. Kannski dæmum hann í haust, svona endanlega. Það fær þessa þjóðadeild til að svona einhvern veginn að sína okkur einhverja framfarir. Sko, við höfum spurt þessara spurningar nokkur sinnum. Það var enginn samt sagt þetta hreint út. Þú voru enginn að segja. Með úrslit, það má alveg segja. Með úrslit, menn að þú veist, fótbolti er bara result business. Já. En þú veist, svo þann maður að horfa á hráfni sem hann er að vinna með og það er bara ekki gott. Þú veist, það eru hann leikmenn sem að eiga bara aldrei að vera snerta byrjunarlið í íslenska landsliðinu. Gauði Þórðar, efst í minni. Kjúklinga, þú veist, hann er að vinna með kjúklingaskít, pínu lítið er hann bara að vinna með það. Svo verður þurfa þessi leikmenn að sanna sig. Það er hellingur að efni við hann, þú veist, það er Ísak Bergmann, þó hann sé ekki alveg að gera það núna í FCK. Þóri Jóhann er að gera frábær hlut á Ítalíu. Við erum að horfa á Kristján Nökkva kom inn í þetta eftir 1-2 ár. Vonandi Andri Lukas einhvern veginn fari í annar liði í sumar og fara að spila. Hvað eru meira en hverju er að gleyma? Albert Guðmundsson að spila í Serie A. Það er hellingur að það við mestar ágjur kannski af varnarleiknum. Við veitum ekki eiga sérstaka varnarmenn að koma upp, sko. Nei. Brynjar bara. Já, hann einhvern veginn svona, byrjaði rosa vel en hann var bara að spila í KA í fyrra, sko. Gengur hvorki niður einhverjum á félagsliðinu heldur, sko. Nei, búin að skipta núna, komin til Alfons er að brillara, þú veist, og bara, þú veist, var ekki góður í þessu síðasta æfingaverkefni, þú veist, það er einhvern veginn að læra annan leikstílinn en vanur að spila hann í Noregi þar sem það er bara bullandi sóknarbolti og hann einhvern veginn svona kemst upp með að svindla í varnarleik, hann er bara sóknar bakur þar en í landsliðinu ertu bara límdu niður á línun nánast, sko, stóran hluta leikjum, hann þarf svolítið að læra það. Þannig að þetta við dæmum Arnar í haust, en þetta hefur ekki verið gott. En ég er samt ekki slæmt, sko, svo ég fá að skjóta inn í að mér sýnist menn ekkert eitthvað sem eru úr gömlu kynslóðinni ekkert eitthvað Deo Peppi að spila undir Arnari. Nei, það kemur kannski mest á óvart með Guðlaug Viktor. Já. Að hann hafi bara ekki gefið kost á sér. Það gerðist klárlega eitthvað þar síðasta haust sem við höfum ekki fengið að heyra. Já. Gulli fór að nú miður verkefni til að vera klár fyrir Schalke. Það var eitthvað samskipti þar farið úr skorðum sem hafa vorið til þess að Gulli hefur ekki gefið kostar svona 2 svar. Þú veist. Persónulega ástæður. Já, persónulega ástæður. Það er bara total bullshit þegar það kemur alltaf, sko. Það er potjett. En ég veit ekkert meira um það, bara það er augljóst að það gerist eitthvað þar, sko. Þannig að við þurfum einhvern veginn bara sjá Arnar í sumar og haust hvort hann geti ekki bætt þetta eitthvað áður en við svona fellum stóra dóma á hann. Algjörlega. Leifur, go ahead.
ekki spurning. Mikið var þetta skemmtilegu þáttur. Þetta var lótið ekki? Já, þetta er mjög geðveikt gaman í kvöld. En loka spurningin er alltaf svo sama. Hvað er það mikilvægast í lífinu? Peningar. Nei, þegar maður eldist þá kannski breytist það, en það er bara ekki fyrir með þokkalega góða heilsu bara. Heilsan er það eina sem við erum að treysta á hana. Hvað lifir Íslandsmeistari? Valur. Já, takk. Ég hef mikla trú á mínum manni Aron Jós og Heimir Guðjóns bara a serial winner. Já. Takk fyrir okkur í kvöld. Takk fyrir að gera það.